Jæja, Já. þá erum við mættir hérna á Nýðhögg 38 með Guilty Gear Strive. Eru ekki allir hæp fyrir það eða? Já, fyrsti Guilty Gear Strive eitthvað mótið í áðið, bara auðvitað. Já, fyrsta einmitt á þessu ári. Já, bara... Fólk hefur núna sénsinn til að vinna líki í stæðin fyrir mig. Já. Og svona surprising turn of events að Dan50 bara gat ekki alveg mætið on time, eitthvað svo... Nei! Alveg... Býttu nú, við erum með netta perran í chatinu. Þetta er gott maður. Herðu, hell yeah, sko. Fílu þetta. En já, svo... Mjög nettur. Já, en við erum að byrja með Yobi Tobi og... Fjallabúi. Fjallabúi, eitthvað. Looking fresh, sko. Þú veist, alveg svaka flott fitt hjá honum. Hann er alveg dressed to impress í þessu dagmót. Kanski tilbúin fyrir kommentari eftir, hefði ég. Svo hann vil vera mjög professional og flottur. Men ég í trúða, sko. Og ég er bara rapping eitthvað the other game. Já, Granblue, þetta er flottur bólur. Takk fyrir. Ok. Þá byrjar þetta. Hér eru þeir horfandi á introið, alvöru anime player hérna. Já. Meir en ég, sko. Okay. Ég ger þetta ekki alltaf, ég ger þetta bara stundum. Mun eitthvað Zato vera tilbúin fyrir Faust Nonsense? Ég veistu, ég hef ekki einu svona hugmynd, ég veit ekki hvað þeir hafa spilað þér. Ok, sjáum til. Svo hérna er málið. Fjallabúinn, hann á það til að ofhugsa aðeins hlutina. Og reyna að gera eitthvað setup sem að virka á fólk sem að, þú veist, kannski er að hugsa lengra fram í tíman. En hann faks á download. En hérna, hann verður að læra bara að actually, þú veist, fylgjast með hvað anstæðingurinn er að gera. Ok. En mér sýnist að vera að virka núna allavega, ég gaf hann það advice á hann. Ekki gefa Yobi no room to breathe. Já, og ekki kannski hlaupa inn í ef hann býst við hann sem fara að masha eitthvað. Já, ok. En hér er málið, það getur alltaf snúist við luck hjá honum. Heppnin gæti alveg verið frekar góð hjá honum Yobi ef hann fær réttu iteminn í rétta röð sem að Fjallabúinn veit ekki hvernig hann á að díla við. Og svo hann líka með þetta jumping eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er medium eða heavy, en eitthvað, ok. Það er frekar gott, Golfing with hammers. Nei! Herðu. Ok. Getting back in control. Hann fær wallbreak, þetta er sick, Þetta er ekki með super, svo... Nei, þetta er fæn. Hann gerir super núna því hann býst mashi. En hann teleportaði! Þetta var sick. Já. Nei, tvær springur! Tvær springur, það var ekki tíma að rýna! Það held að báða springur á sama tíma. Parade! Nei, og Faust... Mini-Faust chargeið bara. Oh my god, hann náði hann með command grabinu. Flottur, séðu. Have an afro. Sick afro á Sato Eddie. Já, ok. Lúðurinn, Fástu með lúðurinn, hann þarf að blokka, Nei, hann plakkaði ekki. Nei. Það er enda grapa þarna. Ok, hann er aldrei slæmri stöðu núna, Fjallabúinn, hann þarf að fara að bæta sig aðeins hérna. Item barrage! Já, það er að fylgjast með hvað items er á skjánum. Nei! Ég kemur hann var nú þegar með afbróðið, hann bara tók það af honum og gaf honum aftur. Já. Hvernig viltu greiðslu þína? Alveg eins. Had to fix that, the last afro was eitthvað too rough, eitthvað, let me fix it. Ok, svo game 8 fyrir Yobi. Sjáum hvað Fjallabúinn getur turning around. Ok, ekkert kombo á þessu. Nei. Not the mini-Faust. Kom með Eddie aftur. Þarna, þetta var rétt, þú ættir að bíða eftir mini-Faust. Nei! Nei! Báðir þetta grípa og það virkaði ekki. That hurts to watch. Yobi var of fljótur og Fjallabúinn var ekki á góðum tíma. Have an afro. Nei. Ok. Sjáum hvernig það fer. Ok, nice. Komum með smá mini-kombos hérna. Nei, kemur frá ofan og... Nei! Hann náði að grípa hann. Ok, nú þarf hann að... Já, þetta er því miður ekki guaranteed þarna. Hún var eiginlega alltaf hrættur við hann til þess að þetta virki. Ég veit ekki hvort að Faust low profiler undir alls konar svona strings. Kannski? Ekki alveg mjög vel. Passaðu sprenginni. Ok, gott. Nice. Counter it en fer ekkert combo. Nei.
Nei, ok. Nei, nice. Oh my god. En það geði ekki damage eftir parade. Já, parade kom ekki eftir honum. Ég ætla að ræja þetta. Nice. Ok. Combo í super. Nice. Hvað? Nei! Nice. Hann bara hljóp inn og greip hann. Þetta var honestly góð choice. Ef hann hefði bakkað af, þá hefði hann hefði bakkað, hann lent í banana, fengið flautu og svo hefði Meteorinn tekið hann. Ok. Þið vegginn. Æ, nei. Hann skotinn. Passi, já, flott. Gott blokk hana. Ok. Nice, ok, kemst hann inn, Get back over there. Nice. Það bara, full corner carry inn í super. Þetta sick. Já, mjög nice. Vel gert hjá honum hérna fjallabúunum. No. Nice. Ok, herðu, það er 1-1 núna. já. Kannski hefur fjallabúinn figured eitthvað Jópi out eitthvað bit. Já, ég vona það. Ég held að hann sé að reyna aðeins að justa sig fyrir mashinu. Það getur auðvitað verið svika erfitt því að það er alveg gaps í Sato pressure. Nei, hann samt hitt. Þótt hann hefði getað blokkað eftir burst. Oh my god, he's throwing everything. Ok. Það er búið. Nice. Bara run up throw. Nice. Hann fær ennþá að halda upp í pressinu. Oh my god. Nei, hann var mashed out því hann er ekki með Eddie. Ok. Scarecrow. Þetta var kannski ekki besta use of meter. Hvað er minn góður? Þetta bara heldur áfram. Það er bara enda, hann er líka alltaf að fá, hann er alltaf að fá tonnið, sko. Ok, þið vegginn. Næðana. Nei! Ekki alveg. Ok. Vel gæð. Og hann náði að klippa hann þarna út úr þessu. Þetta er greinlegt að hann er allan að læra, sko. Hann er að læra. Jópi það kannski að hugsa að býtu, já, Jópi, hann var ekki alveg komið með þetta. Hann hefði nefnilega getað haldið áfram með öðru spin, eða mix, ég man ekki hvað heitir. Ég held að þetta er mix. Eitthvað svona. Hann hefði örugglega getað gert það, sko. Allir við vegginn aftur. Það er svo cool með Faust er að ef þú bendið í niður þessu movi, þá fær hann actually bounce af jörðinni. Já. Hann gerði ekki þarna til dæmis. Ok. Hann var ekki tilbúið fyrir fyrsta wheelchair super of the set. Crazy enough. Alltaf gaman að sjá þessi faces, þau eru alveg svaka grotesk. Nice. Nei, Æ, hvað gerðist? Hann dó því að hljóp beint inn í þetta. Man. Kombo hann og dó í miðju komboinu sínu. Já. Það er bara painful. Passa sig. Ekki. Ok. Nei, hvað heldur þú sér ekki að? Þú fær ekki að henda með þig. Hann hefði kannski að halda þessu bara í burtu. Ok. Núna er ég með afró. Ok. Flottur, já. Hann getur því miður ekki kveikt í afróun hans Faust. Nei. Hann bara fær style points. Það var style points, já. Actually breytist eitt move hans Faust. Nice wall break. Actually breytist eitt move hans Faust þegar hann er actually með afróið. Þegar hann hendir pókanum, eða hendir hausnum sínum í loftinu, þá bounce'a það. En núna 2 points fyrir fjallabúinn. Ok. Passa sig á sprenginni. He's fine. Whee! Ok, við vegginn. Nice. Og super. Super wall break. Hann gæti ekki hitt því hann vildi Eddie Meteorinn tilbaka. Ok. Þetta er smá. Nice. Oh my god. Þetta er svo gott. Öll þessi guard points á þessu eru svakaleg. Mini Faust. 4. Have everything. Nei, hann bara hljóp inn og greip hann. Þetta var vel gert hjá hann. Hann var ekkert hræddur við sprengjurnar. I don't care about your bag of items. Hann vissi greinilega að, eða þú veist, var að vona allavega að Jópi myndi ekki masha þarna.
á raunappinu. Oh my god, ok. Wow, Faust búinn að missa nú þegar og næstu 60%. núna er Fjögg búinn á game set point, hann þarf bara að vinna þetta og svo bara he advances. Wow, ok. Nice. Ok, núna er, já, Eddie er þarna Oh my god. Og hann hefði recoveran held ég. Nei, býtu. Hann notaði sprengjuna fyrir sitt eigið pressure. Ok, nei, já, 2 frogs. Inn í, Wow. Vel gert. Og perfect á þetta, on top of that. Þetta var klikka síðasta round. Fjallabúinn var alveg með hann sko á hreinu. Já. Hann var að passa sig líka miklu meira og svo gerði hann akkurat að sniðuga dæmi að henda út akkurat Eddie með guard pointið hana, ég veit ekki hvað múfið heitir. Og bara hleypur inn með þrettið af því, kemur og command grabbar hann fyrir leikinn. Alveg vel gert. Já, hann hafi locked in fyrir þetta. Já. En já, núna næst þá ég og Garuda, eitthvað, svo Happy Chaos vs. Pot. Þá komið að því, það bara... Fjögg, vilt þú gefa commentary? Já, ég til ég að fara commentary, 100%. Ok. Ég ætla bara að ná mér í vaskglas. Ok. Kannski ég geymi það samt til eftir. Já, ok, en hvað? Sjáum. Ég ætla bara að fá mér spáðum. Alrighty. Ég ætla bara að koma hérna inn og segja ekki gleyma að fylgja rásinu, við erum á alveg glænýri rás FGC niðurstu Æsland, þannig að endilega Já, ef þið eru einmitt ekki follow, svo við getum orðið að fylgja þetta. Einmitt, ekki peninga, það er alltaf maður að skipta máli, sko. Já, við erum hérna í peningagróðunum. Þegar ég fæði loksins að fá borgað, sko. Nei, já. Það er allan að fínn fyrsti leikur. 2 karakter sem við sjáum ekki eitthvað það oft, sérstaklega á streymi. Nei, akkurat, ég lítið það, Faust var náttúrulega þegar að mót voru oftar, þá var Jópi var alveg reglulega upp í... En við höfum ekki séð það, þú veist, í top 8 í einhver tíma. Nei, það er rétt hér, sko. Og Sato, ég meina, þú veist, þetta 2 náttúrulega eru eiginlega bara einu sem að spila þessa persónu. Já, það er alveg skil þetta, ef þeir eru mætt ekki mót, þá eru þeir kannski ekki mikið að komast þarna nóg hátt upp. En það er hérna, þeir eru að gera sér tilbúin, hérna sé ég félagarnir, við erum það glemdi einhver símanu sínum, segir hann. Þeir eru hérna í button checki. Mikilvægt að hafa takkana sinni, ég hef sagt það margótt og segja þetta eilífi. Nei, ég hef alveg lent í því að ég tapaði leik út af því að ég fór ekki á button checkaði. Og ég hef alltaf núna gert það í top 8 síðan, sko. Ég vil ekki tapa aftur leik því ég get ekki gert Roman cancel. Alls ekki, það er hundleiðilegt að tapa leikjum því að þú bara axlatakkarnir virka ekki. Það gengur ekki. En já, allan að stutt í það að við fáum co-commentatorinn hérna til okkar, hann Fjallabúan, gæðan sem vann leikinn síðast. Já, nei, ég held að ég vil líka kannski minna á það bara á morgun. Þá mun ég opna fyrir öll mót í febrúar. Þá opnar fyrir 2XKO og Tekken og Guilty Gear. Og það er hægt að finna líka allt schedule og öll mót inn á FGC Iceland hubinu, inn á StartGG. Þannig að ég vona að það, þegar fólk vill fá... Herri já, ég var búinn að setja upp hérna, ef ég seti í chatið, sko. Ef ég seti hérna, hvað er þetta? Upprópunarmerki, hub. Þannig er þetta í chatinu, sko, allir. Nú getið þið farið bara beint á StartGG hubið og fengið þetta. Herru, hérna er Fjallbúinn, við ætlum að fara að byrja næsta leik. Það er ekki sponsored, sko. Nei. Ok, flott. Já. Ég verður þetta bara alveg uppi og alveg hliðina og öskra bara í þetta helviti. Einmitt. Herðu, þá erum við að taka hvað? Þetta er Inga á móti Garuda. Já, Ingi á móti Garuda. Þetta er... Strax í Potemkin Buster. Byrjum á Potemkin Buster eftir að mis... Þetta er góðan aftur, þetta er rosalegt. Þetta helvíti... Þetta er óbeint í dösti, það er bara immediate perfect. Þetta er rosalegt. Þetta voru kannski 10 sekúndur. Þetta gæti hafa verið 7. Ok, byrja að bakka. Ok, næra að hoppa yfir slættetni með cursinu. Ok. Jumpar inn í cursið, er hittur á close-læsinu. Næra að bursta hann í burtu. Næra með J2K. Ok, kemur honum inn í kombo. Næra ekki að halda áfram. Æja, counter hitið, það fær hérna wall break. Og flat og wall break, yes.
Super wallbreaki, hvað ætla hann að gera hérna á... Eða ekki bara dash, eða ekki bara instant air dash eða? Nei, ó! Nei! Það er run up á þetta! Hann var hræddur við Heavenly Potemkin Buster. Já, ef hann hefði fokkað upp instant air dashinu þá hefði hann einmitt náð honum sem Einmitt. hefði verið mjög slæmt. Ok, nær hann með jump slashinu. Ok. Hann er bara... fastur í horninu hérna. Já, hann er bara að henda út stóru tökkunum og... Yes, ok, nær hann með nice. 2-1-inu. Já, Þetta hefði verið wall carry. Þetta definitely wall carrier, það er ekki spurning. Boom. Það er bara, getur hann ekki, nei, því mér hann of Hann var tanky. ekki með mínur. Of tanky og of long combo. Ok. Hann reynir að halda zónan svona út. Já, þetta er besta Þá vill leiðin. ekki fá hann við hliðina. Já, halda honum frá, aldrei leiða honum að vera inn. Já, ok, nær hann nöðana. Yes. Heyrðu, ok, gott. Þetta er málið, þegar þú ert komið með hann svona lágt, þú verður að halda honum úti, skít sama hvað. Ok, blokkar fyrst, nær að punisha. Já. Þetta getur bara verið beint inn í wall break. Örugglega mest punishable move hjá honum på Potemkin myndi ég segja. Já. Ok, nær að koma sér inn, nær að countera close dashið. Nei, þetta er náttúrulega farslæsið. Ó, býtu. Nei! Nær að blokka burstið. Þetta var sick burst bait, en því miður hann fekk ekki að klára neitt kombo Mashup. eftir það. Kemur curse á. Új, hann tankar hittið. Ok, nær að koma sér hinum megin við hann. Er núna komið með hann í hornið? Ok, býtu. Nei, ekki droppar. alveg. Hann hélt hann hefði náð honum í wallbreakið. En nú bara Aegis Reflector að koma þér í smá vesen. Já, það er honestly betra að fara nær Ok, til þess að stoppa það. Já, einmitt. En það er náttúrulega hættan sko ef hann er með... ef hann er með Heavenly Potemkin Buster, þá er þetta bara komin í það sko. Ó guð, býtu Ok, nú nær við. hann með heat knuckle-unu. Þetta geti verið búið, þetta er búið. Hann gerir svo rosalega mikið miður. damage. Þetta er rosalegt. Já, það í wallið og bara yfir höfuð, þú veist, low healthy og happy chaos, þetta er ekki góð blanda sko. Það þarf eitt interaction til að drepa Happy Ok, Chaos. herðu, núna... Ok, reynir að masha for slash. Ok, fyrir gegnum gunshot með Ok, hann gerði ekki... blokkar burstið. Ok, flott. Nice. Herðu, Ingi, er ekki komin tími til að henda í... Sem sagt, eftir þetta, er ekki tími til að hendi eitt Potemkin Buster? Já, við erum ekki búin að sjá það eiginlega síðan í fyrsta leik, sko. Fyrsta leikinu þá fengum við fullt af þeim og svo... Já, ok, Já, hann var að reyna það. Reynda að masha. Hann reyndi að masha það, ég sá það, það stóð reversal. Hann var að reyna það. Hann greinlega heyrði í okkur. Það er spurning hvort að veit að hann getur blikkað Reynir að gunshotinn. bæta þess að næra ekki... Næra hann tvisvarsinnum með trip. Nei, ekkert eftir þetta. Því miður veit hann ekki komboinn. Új! Jump up á Potemkin Busterinn. Þarna, jump K. Jump 2K, það er rosalega góðu tæki. Já, jump 2K er allt og góð tæki. Ok, burstar úr komboinu, nice. Kemur curse á hann. Ó, flott. Þetta var ekki mjög sniðugt hjá hann að fara í Halda fyrir curse. komboinu. Ok. Ok, rúlar áfram. Þetta var Já, risky. ok, nær honum með 6S-inu. Hann með full first focus. Nei! Ok, nær honum með Bíddu nú við. crosslæsinu. Nice, hann fekk að fully reload og allt. Yes! Herðu, þá var það bara... Új, beint í hítnöglið. Maður er náttúrulega bara að sjá þetta damage. Þetta er bara 30% damage fyrir eina árás. Þetta var rugglað. Ó, býttu! Nei, passa sig! Ég fikk Potemkin Busterinn! Það er þróinu. Ó nei, er hann að þróa? Ó, hann er með 6S-inu. Ó, Vá maður. djöfull var þetta. Þetta var bara, sko. Þetta er svo ógeðslega stressandi fyrir þannig Rapp geti ímyndað mér bara vegna þess að hann er Ó nei! beint í Potemkin Busterinn. Það er bara 50% held farið. Nei, hann að býttu! 2-1-inu. Ég trúi ekki að hitti aftan hann. Hann er í smá vesni núna. Oh my god. Þessi karakter, sko. Ég spila hann ekki svona. Nei, hann kemst framhjá en nær ekki að... Ó, Mash, mash. Ok. Ok, burstar. Ok, þetta getur verið wallflat. Já, There we já, go. og Þetta er ölla. Og nær classic. superinu. Þetta er classic.
Ok, núna er það bara hvað ætlar hann að gera eftir Nú þetta? er það bara svona. Kemst inn með Hammerfallinu. Ef hann hefði tekið eftir að hann væri með RC þá hefði hann kannski getað gert eitthvað í þessu, en Já. það er bara því miður tough luck. Nice. Nice, Næron með J2K. Armor í gegn. Næron með fully charged. Ég veit Það er hann eitthvað gott kombo. Þetta er alveg 40% kombo. Ég veit engan sem gerir bara random beint í dust Heavenly svona. Potemkin Buster og nær overheadinu. Ég veit engan sem gerir bara random, þú veist, full charge dust á Ég er nú wake-up. að gera það nóg, sko. Það er bara... Þetta gera án þess að gera neitt annað. Ég veit það, það er reyndar alveg rétt. Það klikkað, sko. Hann Lætur trúir hann svona- þetta. En hann ítir ekki á Ekki að neitt. reloada og nær að mæsja sig út með 5P-num. Nice. Nær hann með close slashinu. Ok, búinn að Bursta. beista bursti. Nær hann með RC-inu. Hann ætlar að klikka, sko, með slide headið á þessi guard crush, sko. Ég finnst það rosa. Og nær hann með earth throw-inu. Blokkar charge dustið. Nær hann með mega fist. Burstar. Nú er bara zónan út. Nei, þetta... Kemur Aegis Reflector út. Nú er hann í smá vesinni. Gerir empty Roman cancel. Er að blokka. Nei, nær hann með to be mashed. Nær ekki Hann alveg. reachar ekki með neitt af tökkunum sem hann reyndi að henda út af í hondinu. Því miður. Potemkin er örgla með... Hvað, ætla hann sé ekki með stærstu takkana í leiknum eða? Jú. En normal button sem er svo gott. Jú, af normal buttons, já, definitely. Ég held kannski að nokkra aðrir gætu verið með aðeins lengri special moves. Já. Michael Sword og stuff. Já, Michael Sword er náttúrulega risastórt. Herðu, nær hann með superinu. Þetta er walls... Þetta er... Wall break. Alright. Ok, nær hann með 2K-inu, hann burstar. Kemur Aegis Reflector aftur út. Nú þarf hann að passa smá. Já, bara blokka það. Nú er bara að bíða. Nær hann Hvað gerir... Ekki passa. Er hann dauður? Ekki alveg. Nær hann með 2 Aegis eftir Roman cancelið. Þá er það þannig, Ingi vinnur þetta match og heldur áfram. Já. Nú erum við að fara að skipta yfir í Winner's winner's side. side. Það var bara spurning hverju það eru sem eru að hoppa. Og fyrsti leikur er... Ég myndi giska Hihi á móti Magic. Sjáum þér, hvað er það? Nei, hann er ekki kemur móti Nei. Magic. Það er Hihi og Ómar. Hihi og Ómar. Það er barðarleika mót og við erum að kommentata hérna. Við erum að báður að tala hérna yfir leikina. Já. Alright. Jæja. Þá er þarna... Þetta er minn. Hefðu, ok. Hihi og Ómar, hefðu. Sko, þetta eru bæði karakterar sem eru Ég man koma sér ekki. inn og bara pínu svona overwhelma þig með... Nei, þarna var hann. Sko, Þarna var hann, maður. það er... Alltaf flott að sjá hann Þeir Ómar. eru svipaðir í því að ég held að þeir séu... Það er náttúrulega tæknilega séð sinn ekki rækkamaður, en þeir eru báðir með svona... Þetta eru einu tveir karakterar sem ég veit af sem eru með inbuilt overhead low mixi kit sitt á mótinu allavega. Þannig að þeir þurfa bara að giska rétt og síðan býna vona. Þetta er eiginlega dálítið þannig, sko. Þetta verður interesting því að ég, sko, persónulega man ekki hvenær þið keyptu síðast á móti. Ég held þeir keftu bara síðast, ég var það ekki í nóvember þar sem að Hihi tók leik, nei, þá kefti hann á móti þá var hann á móti Dan og fór síðan á móti Hrafni, held ég. Já, ég er að muna það, sko, ég man ekki hvenær það var Ég man síðast. ekki eftir því að þeir hafa keft eitthvað mjög mikið. En þeir eru allavega að spila báður hérna 2 karaktera af litla friendship tríóinu af Sin, Elfelt og Ram. Já, er það sem sagt eitthvað úr Exert? Ég er ekki búinn að spila story móti, sko. Já, þau eru svona vinir, Sin og Elfelt og Ram þá eru allir að reyna að finna út heiminn saman aðeins. Já, þau eru öll 5 ára gömul, er það ekki? Eitthvað mjög lítið, sko, allavega. Já. Þau eru ekki mjög gömul, bara nýlega created.
Sko, mér finnst þarna Sin svo áhugaverður vegna þess að hann gerir sér sjálfan safe með stamina meterinu en þarna mér finnst eitt í kittuna sem ekki vera alveg nógu skemmtilegt sem maturinn sko og ég held að þeir ættu í 2.0 held ég að þeir ættu að reyna að reworka það aftur inn að recovera stamina meterið með eitthvað í kittinu sinni svo hann sé ekki bara Sko ef það væri að hann myndi borða og fá það sko, fá stamina tilbaka, það væri fínt. Ég held það líka. Ok, Þau þurftu bara að gera aðeins meira þá, þú veist, gera stamina dótið bara aðeins weakar en ekki alltof weak. Nei, einmitt. Kannski gefa því betri combo potential eða eitthvað. Einmitt. Ok, Roxanne með 6P, Nærun með 2S-inu. Omar burstar, kemur inn með J2S, nei JS, ekki J2S. Ok, Nærun með sprengjunni, kemur í hóknið. J2S, hvað var það eins og því? Gerir Yellow Roman cancel. Masha með 2P. Nei! Hann hoppar alveg yfir on the throne. Hvað gerir hann? Ok, flott. Okay. Hann var ekki trættur við plusframe-in Nei, hann var ekki trættur. Veit hann? Veit hann þetta plusframe eða eitthvað? Ég held að hann vita ekki, ég held að það var bara Masha. Ég held það. Og ég held að Hí var aðeins of respektfól þarna. Hann reynir ofta að gera þarna strike throw mix með þessu, þannig að hann ofta tvö empty 2K? Ok. Þetta er alveg neutral. Ég elska hvernig Ok, Nærun með force slash-inu. Ég elska hvernig horfðu á þetta situation og í staðinn fyrir að lemja konunan, þá hoppaði bara Hí og skipti við hann í horninu. Já, ég skal vera í horninu í staðinn. Nei, einmitt. Ok, Nærun með sprengjunu, þetta gæti verið wall break. Nei, ekki alveg. Og Nærun með aftur með sprengjunu, beint í wall splat og beint í wall break. Og fólk segir að Alfred sé bad, ég skildi ekki. Nei, hún klárlega bottom tier, sko. Ok, hann punishar hann fyrir að ekki vera safe, nær overheadinu. Nice, burst bait. Burstið. Hann tók eftir því að það hitt hann ekki, sko. Já, þetta var vel gert. Þetta var vel gert. Nær með 2S run start, kemur hann strax í hornið nær overheadinu. Strike throw. Nær með close slash, gerir DP. Nær ekki alveg punish fyrir hann. Nær hann með 2S, JS. Hvað sem þetta move heitir. Heiðu, gerir Blue Roman cancel in. Ok. Hann reynir að gera DP. Því miður, það ekki alveg að besta þarna. Nei! Cross-upinu. Nice, flottur. Nei! Nær að DP-a. Þetta málið, sko. Hann hendur í DP-in sterkt, sko. Hann er smá, hann veldur smá á þau í defensinu sínu, sko. Ég sjálfur tapaði illa mótunum, sko, í pools út af því að ég var ekki að spá í þessu. Nei, ég er farin Ég hætti að spá í þessu. Ég er náttúrulega farin að pæla í þessu svo mikið, sko, vegna þess að ég keppi svo mikið á mótunum að ég byrjaði að hoppa upp þess vegna þess að hittir ekki fyrir aftan hann. Já. En það náttúrulega klúðra mér alveg í nærið í öllum í Potemkin matchupin á vinstri kosti. Já, þannig að... Ok, þeir reyna aðeins í neutral. Empty big driver. Þeir aðeins í neutralinu að býða hérna. Ok, Næra gunna down. Ok, Næra hann með 6-8-inu, ég held að þetta er 6... Nei, þetta er input. Það er super wall break. Super wall break, Næra ekki alveg að drepa hann. Sjáum hvernig hann gerir hérna. Nice. Nice, blokkar. Ok, gerir sér sjálf safe. Næra komast inn í throw. Overhead, beint inn í Roman cancel. Þetta getur verið... Nice! Kemur hann í wall splat. Ekkert super samt. Hann var ekki með meter í það. Nei, ég mitt, það er ekkert super fyrir það, eins og ég segi. Ok, Roman cancelar barslæmið. Næra hann með JS-unu. Instant air dash, JS er alveg fínt, sko. Ekki á Sin, samt sko, hann er rosalega veikburða í loftinu, sko. En ég sagði þér þetta ekki, sko. Það var ekki... Ég trú ekki propagandaðinu. Þetta er gott. Hann vann leik með þessu. Já, nær overheadinu, blokkar, annað burst. Nær ekki að klára wall splatið. Gerir cross up. Gerir butt slam. Nei, nice hann burst beitar. Nær 6-6 í wall splat, gerir annað 6-6 fyrir wall breakið. Já, sterkasta move. Nice 2S. Nei, force slash. Getur hann með... Ok, þetta getur verið... Nei, já. Nei, ekki alveg. Punisher ekki rekkaði. Þetta getur verið huge, Já, oh my god.
Hvað getur hann hér? Hvað getur hann hér? Hann blokkar ekki seinna hitt á DP-inu! Það annarkvort að hann blokkaði ekki seinna hittið eða hann... Eða þetta var chip. Já, eða chip því hann var ekki að fórslesa. Annarkvort, ég veit ekki, ég sá ekki nógu vel. En þetta var rosaleg. Þetta er líka vandamáli við að díla við sinn stundum. Maður þarf að muna að þetta er 2-hit DP sko. Einmitt. Leiðinni upp og leiðinni niður. Einmitt. En það er rosalega punishable. Ef þú actually blokkaði það. Já. Það er throw, en ekki í hornið. Ok. Ó, flottur. Hittir DP-ið. Nice. Gerir 6-8, gerir sprengju. Og nær hann með 2H-inu. Beint í perfect. Þetta var flott. Mjög flott. Ok, nær hann með far slice-inu, beint inn í bass slam. Whippar rekka, Oki. Hann er búinn að snúa sér við, whiffar close slice-inu en fer beint inn í 6H-ið sitt. Ok, skotið, nei! Nær close slice-inu, nær ekki að blokka burstið. Nei. Ok, flott. Ok, nær að blokka cross-upið. Ok, nær hann með 2K2D. Inn í sprengjun, nær ekki að blokka það. Því miður var hann... Empty Roman cancel. Kannski er hann að spila eitthvað sem við sjáum ekki. Byrja að rekka. Gerir H og nær hann með. Nice, ok, Ómar tekur þá leik hérna. Ágætlega convincing þennan leik. Já, hann er greinilega búinn að læra aðeins betur á matchupið. Það er mjög erfitt að venja sinn ef þú ert ekki búinn að spila mikið á móti. Já, hann er tricky karakter. Líka út af því það er svo óvinnulegt að fólk fá að vera safe eftir sko þarna specials. Heyrðu, hann næri ekki að gera dashið inn í throwið. Nei! Skotið flög í burtu. Þetta var ömurlegt fyrir hann. MD Big Driver aftur. Næri með force slash-inu. Inn í bass slam. Hann hoppar yfir DP-ið. Alright. Over cancel. Fær inn í hornið. Næri að hitta með sprengjunni. Inn í wall splat. Er það super? Nei, hann var ekki með meter. Því miður, hann var rétt ekki með meterinn. Já. Ok, þetta getur enda verið bomb. Þetta getur verið bomb west. Það þarf ekki einu sinni. Hann er búinn að vinna. Ok. Tekur annars stokk. Vel gert. Hann lítur út fyrir að ætla að jafna þetta. Þetta er að lokka þannig. Það er bara Ómar þarf að lokka inn. Og nær honum með throwinu. Hann ákvað ekki að mæst í þetta skipti. Ok. Því miður getur ekki gert neitt þarna. Nice Purple Roman cancel. Nær honum í DP. Byrjar ekki komboið því. Beitar skotið aftur. Því miður var ekki með stamina í það. Já. Svona, bytti nú við. Ok. First bait. Vel gert. Patience. Ok, nú ákveður ekki að gera bombvest í þetta skipti. Gott patience hérna. Þetta er örugglega mesta sem ég hef séð Ómar nota þetta super á móti. Nær að hitta með DP-inu, hann burstar samt. Já, auðvitað, immediately þarna. Hann var full stamina og... Þetta verið sko... þetta geti verið combo, þetta geti verið wall. Þetta er death sko. Já, þetta er death. Þetta er bara death sko. Hann fær ekkert gott út af þessu. Þarna, hann Ómar. Og nær hann með JS-inu. Kemur hann í hornið. Nær að hitta með bullet til að komast út. Nær hann með 6P. Kemur hann inn í hornið með 2H. Nei, býttu. Það er bara beint inn í empty jumpið þarna úr... Blokkað. Great sko á jumpinu. Ok, kemur bombvest á hann, ekki á wallbreak. Nice. Þetta var sick. Því miður fær ekkert mikið annað út úr því. Ef hann hefði bara verið tilbúið með 6P-ið. Já, þetta er... Já, super. Ok. Hann náði ekki clean hitinu því miður. Nú það bara að spila þetta patient. Nær throwinu. Býttu þér nú við. Þetta getur verið... Nei, hann fór. Nei, hann gerir ekki neitt brófa cancelin. Nei. Hann er ekki að gripa. Burstar. Ok, nær að koma sér burt með basslaminu. Ok, skot. Nú er bara... Nei. Og þetta er búið. Hannes. Hí tekur þetta. Hí tekur þetta. 3-1. Vel gert. Vel gert hjá Hí. Þetta er sterkur leik. Maður hefur fólk kvarta hérna. Já. Heyrðu, Heyrðu. þá er næsti leikur á
á milli þín og Magic, það eru líklega að mínum mati top 2 spilarinnar á mótinu hinga til. Við sjáum til hvort það verður hí-hí upstart, en... Við finnum út, sko. Ég er frekar hrættur við hí-hí. En Við fáum bara hvernig það gengur sjá með Magic. eftir, hann er núna í winners, þannig ef að þú vinnur þá fæði það bara að keppa mót honum næst. Já, sem sagt, ekki Hí-Hí Ómar, heldur Crownless og Magic. Þetta eru sem sagt spilarar sem hafa lengi verið í á toppnum hjá okkur og fyrir utan Dan eru svona 2 sterkastir að mínum mati, en þeir alltaf sem sagt að spila Slayer og Queen Dizzy líklegast. Ég held að hann allavega sagðist ætla að sleppa því að taka Soul sem hann tók í pools núna. Þannig við fáum bara að sjá hvernig það virkar. Dizzy er frekar góð að halda fólki í burtu með Ice-flórinu og en Slayer er síðan með öll mappa hans og pælbankar og er með góða leið til að koma sér inn, svo það er spurning bara hver spilar aðeins betra neutral, því að Dizzy er ekkert með eitthvað, hún er með ágætlega mikið health, en Slayer þarf nú ekki mikið til þess að drepa þig. Yes, það verður vel þegið. Já, þá er ég komin aftur, eitthvað í commentary sætið. En já, Magic og Chief, eitthvað. Já, hver er svona þín skoðun á þeim? Hvað finnst þér? Það er góð spurning, af því ég veit alveg, ég hef heyrt að Chief er búinn að æfa svolítið með Soul, eitthvað, these days. Og Magic, alveg, hann spila bara alla karaktera. Hann getur bara tekið upp skyndilega Kai Kisk úr engu, eða Unica. Hann var náttúrulega að spila Unica eitthvað á daginn. Okay. Þannig að við sjáum bara til hvað það verður úr því. Já, hann er búinn að spila svolítið af Magic... Hann spilaði Jacko. Hans Jacko, það sem ég ætti að segja. Og smá af Dizzy. Nei, Dizzy er sem sagt mest spilaði karakterinn hans greinilega. Já, ég meina, ég sá hann spila eitthvað í pools, eitthvað nokkuð sinnum þegar hann var alveg pushed. Já, Dizzy er svona pínu orðin meinin hans, en hann er sem sagt, svona 3 karakterinn sem hann er sterkustur á mínum að eru Asuka, Dizzy og Bridget sem sagt. Já. Og hann hefur svona rotation á þeim með hvernig matchupið er. Já. Það er búinn að svolítið síðan ég sá Magic spila Bridget. Já, hann er eiginlega mikið búinn að skipta yfir í Dizzy og hann er greinilega búinn að skilja Bridget fyrir aftan sig. En við fáum bara að sjá núna hvað hann ætlar að gera. Hvort hann ætlar að byrja á Jacko eða hvort hann ætlar að byrja sterkur á maininu sínum. Já. Þannig að ég er bara spenntur að fá að sjá. Ef ég myndi gíska, ég myndi segja að hann myndi byrja með Jacko og kannski eftir 1 eða 2 losses hann breyti character. Sko, málið er nefnilega, spurningin er hvort hann ætla að gefa sér það mikið rými, sko, út af því að ef hann tapar 2 leikum með Jacko og hann Chief pullar út Slayerinn, þá hefur hann 1 leik til að tapa á Dizzy, sem að ég er alveg viss að hann sé með sjálfsöryggi, en ég allavega ég get ekki segja fyrir mér að hann myndi tapa fleiri en 1 leik á Jacko að hann myndi skipta, bara til að sjá, hann mun örugglega sjá hvernig honum gengur á mótunum til að gá hvort hann geti tekið Jacko á þetta, hvort þetta sé bara það mikið bust að hann þurfa að skipta strax. Ég held að það verður pínu spurningin. And regardless of Chief er usually one of the top guys eitthvað í þessum leik, þú veist, hann er oftast svona... Hann er náttúrulega með titilinn einmitt núna í staðinn fyrir hann Dan, sem er ekki með okkur í dag, því miður. Já, því miður. En já, ég hef sagt að þeir 3 eru líklega sterkustu leikmenn okkar einmitt núna. Já. Þeir eru oftast búin að dominate þessi mót og ég held að hafa enginn nema Dan og Chief sigra þessi mót. En Egill hefur örugglega sigrað einhver mót, en hann er búinn að vera farin í svo langa tíma. Fólk eru að öskra hérna fyrir Jack og Valentine, þannig að greinilega þá er fólk spennt fyrir henni. Er þetta button check? Hvað sagði? Ok, þetta er button check right now. Svo, það er hljómað eins og. Já, þetta er definitely button check. En já,
Hann virðist allavega ætla að velja Jacko, sýnist mér. Allavega fyrsta leikinn. Það er alltaf Já. eitthvað Sol Jacko. So husband and wifo, eitthvað, þú veist, waifu. Já, husband and wife. Þetta er domestic abuse roundið. It's the meme, eitthvað, þú veist. Emmitt. Okay. Já. Ok, þeir ætla að byrja á Jacko og Sol. Ok. Spurningin who's gonna take the first point? Hver búinn að æfa sig meira á þessum karakteri mitt núna? Já. Því að þetta eru báðir svona secondaries / fifths hjá honum Magic. Já. Alright. Ok. Well, we're learning the intro play. So. Sol versus Jacko. Duel 1. Let's rock. Ok, byrjar á forslashinu. Reynir að hitta með tútíinu, nær ekki að koma sér inn. Okay. Ok, reynir að hitta með Fafnir, hann nær ekki punishinu. Ok, nær að hitta með 5P, hann burstar. Okay. Ok, Magic nær að hitta með tútíinu, en þá burstar Chief líka. Okay. Ok, setur minnun inn, DP. hann Chief DP-ar. Hann nær hann með forslashinu. Nær hann með heavy slashinu. Ok, Og grab. nær throw. Og... Beint inn í wallbreak. Já, ok. En það er ekki super, svo... Það er spurning hvað Magic ætlar að gera. Kemur sér inn með Blue Robe Cancel. Það er spurning hvað... reynir að koma sér út með tútí og nær honum með Var Gunflame. það kannski beitað? Jú, mér finnst það líklegt. Já, ok. Ok, reynir að ná honum við Six Agenu. Ok. Ok. Nær að grípa nú Fafnir. Já. Nær með close slice-nu, inn í loftið. Nær ekki að koma minninu til að halda fram komboið. No sandwich today. Ok. Ok, kemur hann inn í Fafnir kombo. Gerir Charge Dust. Nær ekki að koma hann í vegginn alveg. Ok. Oh, shield. Og backdash að Beast Throw. Og kemur inn í 2D. Spurning hvað Chief ætlar að gera. Hann gerir Superið. Hann nær að massa sig út. Ok. Og það gerir 2K, nei JK. Þetta lítur ekki gott fyrir Magic. Nær trippinu, beint í Robo Nei, ég misti því. Charge Dustinu. Nær að hitta með JK. Ok, clash. Nær að clasha með 5P-nu en er thrown. Ok. Er thrown aftur. Ok. Svo hann tapar fyrsta leikinn. Svo þetta var fyrsta leikurinn. Sjáum hvað hann gerir. Ok, hann ætlar að halda áfram á Jacko. Ok. Called it out. Hann burstar. Ok, Magic kemur minninu inn en er immediately messed out. Nei. Nú er Chief að, nú er þetta að passa þig. Leið og Sol er komin inn, þá er þetta að passa þig. Ok, næra komin nú niður, er komin með minninu, hann hittir shieldið. Blokkar Bandit Bringer og kemur throwinu. Æ, nei, hvað? Hann mashar út með 2P. Ok, Magic backdashar, ok, Chief burstar. Hann vil ekki vera part of a sandwich. Bandit Bringer beint inn í hornið, nær hann með close slash. Það er spurning hvernig hann ætlar að koma sér út. Jacko er ekki með reversal ef ég mann rétt. Ok, hann var ekki með nótt fyrir super. Ok, kemur Blue Roman Cancel, nær ekki að ná hann inn í punishi. Nær engu með 2. Akkur hann alltaf að gera svona down heavy, eitthvað, hvað er hann að þín að Ég held að þetta sé 2S. 2S. En ég veit það ekki. Þetta skýtur minion beint upp í loftið en ég veit ekki alveg. Ok, nær kominum inn. Ok, nær ekki að koma minioninu, nær að throw honum. Hann beita DP, það er spurning hvort þetta sé full combo. Nei, ekki alveg. Býtu, ok, nær kominum aftur inn í minion og þetta er super. Já, þetta er hann er dáinn. Izuna drop. Ekki alveg Izuna drop, but, you know, it's a drop. Okay, both backdash. But get away from me. Ok, kemur minion inn. Nær að DP að 2D-ið. Ok, Magic nær að punisha með JP-inu. Wow. Cover approach-ið. Nær að hitta með 2D. Ok. Hann summonar minion, hann reynir að punisha en nær hún með kickinu. Það enda að beat shield. Kemur inn með Bandit Revolver. Ok, þetta var ekki góð call. Nice! Ok, og... Nei, ekki alveg vekkinn. Nær trippinu. Bandit Bringer. Nær ekki punisha. Ok, nær að punisha með close slash eftir Bandit Revolver. Kemur 2 minions inn.
Nei, Naira. Oh no, the kids. Komast út. Okay. Þetta lítur inn í að Roman komið. cancel. Já, Já. og klárar hann með Fafnir. Ok. Ok, það er þá 2-0 fyrir Chief. Það er spurning hvort að hann ætla að skipta núna. Já, hann ætla að skipta. Ok. Sorry, Egil. Ég finnst líklegt að hann ætla að taka Dizzy, ég mitt. Nei, byrju, what, Dizzy? Já, hann skipti yfir í Dizzy. Já, ok, ég bara, byrju þetta Leo Whitefang. Nei, Nei. það verður nú áhugavert. Það verður að púla út annan karakter eftir að hafa tapað Jacko. Ok, en já, Dizzy. Sjáum hvað þetta virkar beti. Ok, hann næri að kofra backdashið. Fafnir inn í hornið. Ok, Ok, næri að hitta hann, næri ekki að hitta með Michael Sword. Blokkar burstið en næri ekki punishinu. Næri hann með 2D. Ok, hann næri hann með ísnum, beint inn í Michael Sword. Setur fiskanu upp og chest that. Ok, kemur ísflórinu upp. Ice to see you. Aftur í frostið, þetta er rosalegt loop. Ok. Beint inn í ísin aftur. Ok. Er það super? Nei, ekki alveg. Það er 1 hit eftir. Gerður reversalið. Wow, ok, ekki mín hugmynd if I was in that situation, but my god. Sniður samt. Já. Ok. So Magic got in a good start með Dizzy. Ok, næra að cover jumpið með 5 Oh, flash. Og kemur sér inn með Bandit Roller. Ok, nú hoppar yfir Gunflame. Droppar 5-inchinu. Ok, næra hann með 2D. Nei, 2S. Ok. Ok, þróur hann inn í hornið. Ok. Kemur upp vænginnið. Vænginnið. Nú vill hann halda honum í burtu. Já, ok, þetta gæti verið... Næri cross-up. Nei, þeir eru komnir upp. Nú erum við á vandamálum. Ég vil hittur. Ok, en það geði ekki mikið. Nei, hittir ekki með Michael Sword að dasha ekki. Hann nær Bandit Bringer. Þetta gæti verið Fafnir inn í Wall Splat. Gerir ekki superið, hann var ekki með mirror fyrir það. Nær ekki að blokka Gunflame. Ok, gerir throw inn í hornið. Og hann vann 1 leik. Þá er það komið 2-1 Magic. Ok. Ég held að Chief enda með Soul í þessu. Heldur hann ætla að skipta yfir í Slayer. Það er mitt gisk. Ef hann er að struggla þá er hann baklandi, sko. Það er Slayer baklandi. Sko, Soul strugglar svo mikið að komast inn, svo það er rosalega gott matchup fyrir Dizzy með ísinn hennar og Iceflórið. En Slayer er náttúrulega með svo rosalega góð skip eins og þetta. Það er ok, blokkar Iceið, kemur samt Iceflór upp, ok, byrjar mix. Ok, mashar úr, hoppar yfir 2H-ið, reynir að kýla. Ok, næri hitta með dustinu. Ok, burstar. Nei, whiff and throw. Já. Ok, nær vængjunum upp. Nei, nær komast út með 2D. 6P. Já. Ok, hoppar yfir bælbankurinn. Þetta er ekki að luta mjög gott fyrir Magic. Það mappa hans. Whiffar 2S-ið. Já, þetta var greinlega Yellow Robin cancellað. Oh my god. Nú er hann að reyna að passa sig. Ok, næra að þróa hann eftir 2D-ið. Næra að koma ísnum upp. Wall Splat, er það super? Nei! Mista því! Mappa! Kemur inn með mappa hans og beint inn í close slash. Hann gerir svo fárlega mikið damage. Mér fannst þess að hann hitt hann bara 3 sinnum þannig. Ok, hoppar yfir 2H-ið. Kemur sér inn. Næra komast inn með Wild Assault. Ís. Inn í Michael Sword. Áhver ekki að gera neitt. Því hann hafði ekki mér fyrir super kannski. Ég veit ekki alveg. Já, ég held að hann hefði samt getið gert chestnut, sko. En ok, nú er Slayer búinn að wallbata. Það er spurning hvort að punch. Já, þetta er rosalega mikið damage. Þú séð að þetta var að 60% farið. Ok, næra cover að cross-upið. Ok, blokkar. Roman cancels everywhere. Yellow Roman cancellið. Inn í vegginn. Cover jumpið. Fish, what are you doing? Ok, beint inn í ís. Inn í vegginn. Oh my god. Hann næra jugglunum. Ok. Ok, Blue Roman cancel. Næra honum með JK-inu. Ok. Og þá er þetta báðir með stock. Kemst þeim með 2D. Blokkar burstið.
Oh my god. Kemur inn, cross up. Að bara horfa á Slayer er svo scary. Þetta svo scary. Já. Oh, one punch, þetta gæti man. Nei, það er Nei, ekki ekki búið. alveg. She's hanging on. Oh, það er ekki að grípa. Nei, hvernig? Nei, og nær cross upinu. Oh my god. Heyrðu, þá tekur Crownless þetta og Já. færir sig áfram á móti Hihi síðan í Winner Finals. Já, og ég það beðast við Magic in losers. Skemmt þið vel. Já. Já. Oh man. Okay. Heyrðu, þannig að þetta var góð leikur. Ég Já. held að hann hafi leyft sér aðeins of mikið á Jacko en hann var svo rosalega close nefnilega með Dizzy sko. Já, En það gæti verið að Slayer sé bara svarið sko. En his Jacko er not too shabby samt. Jacko hann er frábær. Já, já. Það grínast í mér. Það. Heyrðu, ok. Ég er að keppa næst svo Ok. það er bara skipta. Fjallbúinn Gangi vel maður. er næst. Ég voni að allir hafa nóg skemmtilegt með þetta top 8 í fyrsta Guilty Gear mótið á þig. Já. What's up, Chief? Hvernig leist fólki á þetta? Ég myndi hugsa að þeir bara finna þetta crazy. Svona character switch after character switch og þetta var svo close in a bunch of places. Málið er sko, ég tók eftir að keppa móti svona 6 mismunandi Dizzies online í ranked nýlega með Soul. Oh my god. Að Soul á bara svaka erfitt á móti Dizzy. Það er bara staðreind. Hann á mjög erfitt á mótinni, sérstaklega eftir að þeir tóku í burtu frá honum rangeið og low profileið að vera að koma út strax á Nitrate Vortex. Já. Bara leið og gera það, þá var það upprunalega með basically bara fyrstu 2 freimunum eða eitthvað, þá var það komið bara strax í low profile. Það myndi hjálpa mjög mikið að komast undir allt draslið hennar og slæta lengst til hennar, en bara það er bara... Unfortunately, þið er búin að taka það... Já, þeir eru búin að gera mun aumara, sko. Þetta er mjög verra move. Það er betri að combos núna. Það er mun meiri combo-túr, en það er mun verra þegar kemur að því actually approacha. Meiri segja með Nitrate Vortex í RC, það er ekki eins og það gott, sko. Það er bara... Það er fínt, en það er ekki gott að vara áður. Allavega, við erum að fara að byrja í hennar leik bráðlega með Fjallabúinn og Ómar. Áðan var það frekar crazy í pools víst að... Já, að hann náði 3-0 við Ómar, eitthvað sem alveg surprised me þegar heiði það. Já, mér líka sko, hann er svo mikil doomer sko. Hann er svo mikil doomer. Já, þeir eru hugsa út í það, þeir eru báðir mjög mikil doomers. Yfir sín karakterum. Við erum að fara hérna Battle of the Doomers eftir smá stund. Okay. And who is like the least doomer of them all? Sort of the question. Ok, ég held að Ómar sé aðeins minni doomer. Bara smá, en ekki mjög mikið. It's close. Það er svona 0,01% minni doomer í honum. Ok, en já. En ég elska þessa drengi, þeir eru frábæri. Já. Ok, svo Elfeld og Zato, ég meina, myndi segja að Elfeld hefði eitthvað góða sjans við Zato? Já. Ég meina, hún er með Reversal Super, hún er með skot sem hann þarf að respekta. En líka, ég er búinn að heiða að hann Fjallbúinn er búinn að æfa sig svo mikið við the Elfeld matchup af því hann var svolítið mest hræddur við Ómar í þessu bracket. Já, ég held að hann var að strugglandi mikið með hann yfir höfuð. Það er bara líka, þú veist, þegar að Elfeld er komin með þig í 50-50 gískið í horninu, þá getur satt á mjög takmarka. Annað en bara að bíða þarna fólkleysar tíma eða mita hvað hann á að masha 5p eða eitthvað sko. Það er bara dálítið erfitt að vita. Ég myndi alveg vita það að því ég var að spila við Ómar í pools og bara once hann hefur þetta snowball rolling eitthvað, bara he gets it rolling. Já, það er no stopping him sko. Ok, núna lítur hann að fara að byrja með þetta. Það var að fara að byrja, þá bara... Það er verkligen bara að heiða í okkur. Þannig að En já. Ok. Fjallbúinn going on the aggressive. On the offensive, minn ég. Aggressive offensive hérna. Já. Ok.
Ó, nice grab. Nice, ok, komum hann í hotnið. Þetta er það sem þú vilt alls ekki vera á móti alfa. Nei, alls ekki. Býttu, þetta var ekki sniðugt. Hann hoppaði akkur þannig frá grenade-dótinu þannig að hann þurfti ekki að lenda í mixinu. Það er burst. Kannski er hann með einhver counter plays hérna. Oh, nice burst bait. Nei, býttu, hann er komið hann í hotnið. Flott. Dum. Og... Já. Bombvest, já. Mögulega hefði drift með hinnu, en whatever. Það er allt í lagi. Hann vil greinlega bara setja þetta upp og svo springur hann. He wants them to go out with style. Já, það ekki. Hann vildi aðeins svona, það er nýtt fashion statement fyrir þig. Bombvest. Of course. Ok. Þetta er ekki gott. Ok. Nice trade. Ok. Nice 6p hjá honum. Næði honum. Þetta er sko frekar sneaky, sko. Já, þetta really is. Hendin overhead meðan þú blokka allt hit low og allt drastlið, sko. Það er ekki að blokka ból, en þetta er mjög erfitt að díla við. Ok, hann er svolítið mjög góð að grabba eitthvað, hann fjálpjúinn. Já. Og hann er ekki eins og að spila að grappler character. Nei, alls ekki. Ok, Bombas komur aftur í sama vandamál og þetta blokka þetta allt. Nice, hann burstaði og fór sprengjan af. Ok. Nei. Nice throw fyrir þetta round, maður. Þetta var svakalegt. Já. Ok. Dum. Listen to my mixtape. Ok, ég veit ekki hvað Ómar var alveg að fara með hana. Ok, hann er með hann hérna í horninu, búinn að ná sér. Býttu, hann var ekki. Oh my god. Ok, þetta var svolítið að byrja mess. Ok, wall break. Hann er farið allan að positive bonus hérna, Ómar. Ok. Hann er komið meterinn til þess að gera eitthvað. Býttu. Flott, kombo hjá back in. Fellabor. Hann næra wallsplattan og fær super. Ok, en hann er ennþá lífi. Eddie tilbúinn með þess að með full bar. Ok. Flott yellow Roman cancel. Nei. Burst bait. Ok, Ómar tekur fyrsta leikinn. Ómar rétt sníkar inn win hérna. Þetta var svakalegt. Þetta var svo close. Þetta var svo close. Já, hann veit alls ekki þetta fer aftur til svona 0-3 aftur eins og í pools. Já, nei. Ég held ekki. Ég held að það sé búinn að læra. Nice. Og líka, okay. hann skilur, já, ég held að það sé fyrir að skynja hvenær hann burstar. Já. Og það getur verið mjög hættulegt. Já, þegar the opponent veit af hvenær þú burstað, eitthvað. Það þýðir bara að þú veist, hérna kemur counterið komboið bara. Já. Ekki eins og counterið, bara punish komboið. Já, ok. Þetta var perfect, oh my god. Wow. Ok, Ómar er vel locked in right now. En, heiðu, ég held nú að fjallabóðin getur nú alveg samt tekið þetta. Já. En það sé að, sko, því miður. Næði ekki að gera mikið úr counterritinu. Býttu! Hvað er núna? Dum. Já, bam. Nei. Ok. Skaut bara Eddie. Oh my god. Ok, gott. Býttu, hann hittar hann með stóru counterrit í hana. Ok, flott. Ok. Vel gert. Þú ert ekki eins og að gera super fyrir þetta. Nei, en heiðu, það er gott að venja sig allan á það þannig að þú ert með hreyfinguna. Já. Það er fínt að gera það, sko. Ok. Sá einhver annar þetta? Hann 2P-aði 2S-ins. Oh my god. Ok, við ekki wall break. Take this bomb vest. Be on the cover of a magazine. Oh my god. Is there another wall break? Nei, ekki alveg. Nei, en hann fær hérna mix. Ok. Svo er það að díla við þetta. Þetta grenade jump, svo er það að díla við þetta. Ok, svo 2 points fyrir Ómar so far. Hvað heitir grenade jumpið? Ég veit ekki. Ég veit ekki. En já, fjallabúinn er svolítið með a big hurdle right now. Svo bara sjá hvað hann getur, hvað squeeze, eitthvað Wow. a point in. Nei. Hann har whiffat aldrei mikið því miður. Nei. Býttu, hann náði að bursta allana. Hann er ekki aðeins betri að flott, hann náði high-lowinu. Gott command grab. Já.
Nú er bara spurning. Ó! Wow! Ok. Ég held ekki að það myndi reacha. Ekki heldur. Ok, engin Eddie. Og Nei, býtu! Flott, super, já. Nei, ok, þá var Eddie. Æ, nei. Hann traktaði Eddie Ok. greinlega. Hann geti enda lífið að þessu, held ég. Já, já. Hann hefur ennþá séns. Hann hefur ennþá séns hérna. Hann er með Blue Roman kansar í burtu til Nei! Því miður droppar hann honum úr kombóinu. Oh my god. Doubles! Þetta var svakalegt skraf. Já, ég tók Þau ekki veist að sögðu það upp á sjálfur, sko. Þetta er awesome. Þetta var awesome. Já. Ok. Nei, nice. Ok. Þetta myndi mig. That always hurts to see a grab, eitthvað that fails. Whiffed grabs eru pain, sko. Já. Ok. Dum. Ok. Wow, ok, nice. Ok, so Ómar er on game set point. Einmitt, hann þarf bara að vinna þetta eina rándina og þá er hann kominn lengra og fjallabóðin út. En við skulum ekki counta hann á þetta ennþá. Nei, alls Hann er mjög ekki. sterkur hérna. Og búinn með Eddie en því miður. Ég gati ekki pressura lengur. Spurning hvort hann hefði getað klappað, recallað hann. Við veit það ekki. Ok. Ok, wow, þetta var bara... Ég eiginlega næst í trúi ekki að þetta virkaði. Hann bara stand blokkaði með faultless í alveg góða stund. Þetta er ekki líkt mjög gott. Hann náði að lemja Eddie og... It looks like it could be it, honestly. Ef hann næri að gera superið og það ætti að drepa. Oh my god. Wow. To go from 0 to 3 against your opponent in pools og svo bara Uno reverse it in top 8. Þetta hefur gerst áður, sko. Þetta getur örugglega verið frekar sárt. Já, en bara... samt. Ok. Magic Ingi, við fáum hérna fjallabúan á commentary. Ok. Sjáumst. Hvað segir ykkur dröðlega þarna, eða? Já. Ég minni hérna, ég mitt fjólblái hérna. Alright. Þetta er alveg vel gert hjá Ómar. Þetta er awesome. Að heyra hérna einhvern lappandi að vera að leita Goku-inu sínum. Djöfull var þetta mikill svekkur. Jæja, það gerir stundum að maður manni gengur vel í púls. Oh my god, hann er bara tína gjöfinni sem við gaf hann. Getur nú alltaf verið erfitt að finna hann er Super Saiyan 3, sko, hárað hans. Ómar, ertu ekki með vasa? Nei, Goku dó! Vá, hann var bara hálsökvinn. Já. Það var bara að tekið franska konungsfjölskylduna á þetta. Já, það er svo sannarlega. Já. Guillotine. Já. Ég var aðeins svo mikið að masja, sko. Ég var sem sagt þarna mjög mikið að reyna að hoppa, þú veist, en sprengjan er náttúrulega, sko, eiginlega bara leið að frame 1, sko, eftir heavy knockdown, sko. Það er ennlega, ég tók eftir, það voru mashes og mjög mikið drops. Já, ég er ekki búinn að vera að spila nú mikið, sko, online, svo ég er ofta að droppa combos, sko, ef það er ekki á móti sín. Og eitt í viðbót, að recalla Eddie eftir stringin, þannig að þú actually hefur Eddie. Já, ég gerði það mjög mikið, en eftir að ég byrjaði að gera, herðu, við erum að byrja... Það er button checkina. Það er bara að passa sig fyrir næsta mót. Jú, þetta kemur, þú nærið sá endanum, þú ert búin að standa þessu kongu, sko. Já. Ég kom svipað langt á síðasta móti. Já, það er fínt samt. Já.
Sko, mér finnst mjög áhugavert sko með Magic. Mér finnst hann, ég var að segja það á það, mér finnst hann leyfa sér rosalega mikið þegar hann er að prófa nýja gardera. Já. Þá leyfur hann sér að spila 2 rounds Já. og hann gefur sér rosalega lítið bil fyrir þarna, Já, comebackið, menn... fyrir comeback karakterinn sko. Já. Svo ég er að spá í því hvort að hann ætla að láta það bitna á sér aftur eða hvort hann ætli að Sko, prófa ég held að þetta gæti verið í lagi hérna þegar að hann stóð sér mjög vel á móti Inga í pools. Já, Ég held að hann gæti alveg komist upp með að vera bara Jacko allir leikirinn þetta sett. hann er náttúrulega klikkar á Jacko bara Já. með Hann er mjög góður á henni, sko. Ég bara því miður veit hvernig á að berjast á móti Jacko. og Slayer er líka verið rosalega slanna og þannig að þú kannt að berjast með Jacko og Já. hann ákvað að skipta yfir í Dizzy á móti Soul sem á svo Já. erfitt með það að komast inn sem Það er að málið. Þetta er en ástæðan, sko. Þetta er sko, zónerarnir eru mest af martröðsól. Nei, mitt. En það er svona heavy Slayer, sko. Pocket Slayerinn fyrir þetta. Nei, mitt. Hefur það á að horfa introinn. Ó nei, Trick or Treat. Ok, nær hann með 2D-inu. Setur minion inn. Já, nær hann með sig sem hann reynir að massi út en nær því ekki. Hann baktar sér. Nei, Nær hann með shield. Nær að shielda með minjunum til þess að ítra frá. Új, maður, þetta pressure er rosalegt. Já, þetta er ennlega málið, sko. Þetta er það sem ég var eiginlega meira að búast við að sjá hjá Jacko, sko. Já, þetta var smá svona skrítið. Mér fannst eins og hann var að droppa smá hjá þér. Já, ég alltaf þegar, sko, ég vil kannski ekki segja þetta alltaf uppátt ef að yngi er að hlusta. En sem sagt, þarna, eitthvað sem ég fókusa mjög mikið á þegar ég er að keppa móti Jacko. Wow, nice gripana. Nice, hítnakul. Beint inn í... Og Új, það villi. þetta var sniðugt. Ég hefði gleymt. Ég hefði gleymt og ekki gert þetta þegar ég var að spila på daginn. Allan að, ég fókusa mjög mikið á minnunum. Ég fókusa mjög mikið á því að stoppa þá og fylgjast með hvað þeir eru að gera, ekki hvað Jacko er að gera, því mér er skítsaman hvað Jacko er að gera. Það er smá puppet karakter máli, sko. Þú vilt eiginlega bara masja, sko, á móti puppetinum vegna þess að nær honum með flick, hoppar yfir slide-headið, en ok, nær honum með kick. Hann reynir að masja út með 2P. Og það er gott, sko. Það er mjög gott að... Nær honum með jackpackinu. Þetta er eitthvað sem er gott að, þetta er ástæðan hvað ég held að kannski að Ingi gæti alveg unnið, þú veist, 1 eða 2 roundsina. Er að, ja, þú veist, games, þetta ég segja, er að, hann hoppaði aldrei mikið af Magic. Hann elskar að hoppa, hann elskar að vera í loftinu. Þetta er smash-gæin í honum, sko. Já, einmitt. Og þá lendir hann í svona. Einmitt. og í heavenly. Og í flying move-inu, nei, mann ekki hvað heiti. Já, einmitt í þannig að ég kalla bara jetpack. Já. Já, þú menar. Já. Ok, það er þá fyrsti leikur allavega á Inga. Já. Sjáum bara til út aðeins out of frame. Já. Ég þarf að passa með því. Við erum hérna. Já, þetta... Þú ertu vel dressaði maður. Þetta er alveg svakalega flott. Já, það er alltaf að koma dressaðir eins og alvöru svona íþróttakommentator, sko. Það var planið. Ekki ég, sko. Nei, þú ert bara klæddur eins og sért að mæta á mót. Já. Ég er bara tilbúin í clown, sko. Krusty the Clown. Sko, hann nær oft með minnunum, en mér sýnist hann ekki vera alveg komið með, sko, súperinn sem að nota minnuna alveg á hrein. Já, meina það dótt þarna takk. Það dótti þarna, setur þarna shieldin á það og það. Það myndi gera hann svakast. Mér finnst það þetta bestu hlutunum við Jacko er að geta sendt út svona 2-3 minjuna með bara full on armor. Já. Mér fannst það erfiðasta hlutum við þegar ég reynda í svona 10 mínútur, þá verið bara þessi karakter erfið en satt, sko. En til að vera algjörlega hreinskilinn tók það með svona 40 klukkutíma að læra á hann eitthvað sem var ekki bara að henda út eri og standa kjur. Já. Nei, ég held að taka alveg svipaði mikið tíma í að, þú veist, að actually læra að gera góðu
pressure stringin og komboin og allt það. Ég held að meira máli að Jacko aðeins meira accessible út af því að þú veist, hún þarf ekki endilega alltaf að nota minnuna. Já, hún er ekki Hún er ekki forced til þess að þurfa að nota það eins og Sato að þurfa að nota Eddie. Nei, það er rétt. Jacko með það svakalega góð 2D. Hún er með kickið, hún er með, þú veist, jumping projectile og dust. Þú veist, hún er með alveg nokkur tól sem eru alveg mjög góð. Meiri segja án þess að nota minnuna. Þegar þú kannst að nota minnuna. Hann ætlar að skipta yfir í Dizzy. Það er skott hjá honum. Bara strax. Það er skott hjá honum. Hann ætlar ekki að leyfa þess að gerast aftur og hafa bara eitt round til að vinna. Nei, og það held ég sé bara mjög sniðugt. Já. Sko, Dizzy Potemkin matchupið finnst mér ágætlega even. Já, út af því að Því að hann er með, þú veist, hann er með slidehead. Já, en slidehead er svo hægt, sko. Ef hann riskar slideheadinu þá geti ísinn hitt. Magic eyðir svo miklum tíma oft að vera að setta upp lengst í burtu frá þér. Ég skil þig. Að ég hef náða ofta að hitta hann með slidehead frá lengst í burtu, þannig hann er ekki að spá í því, sko. Einmitt. Síðan er það að hann getur flikkað eitthvað að dótinu hennar, skilur. Já. Og svo getur hann bara flogið í gegn ef að hún er að byrja að setja upp in his face eða eitthvað. Einmitt. Svo hann er með alveg nokkur options til þess að díla við það og ef hann heldur sér í midrangeinu þá getur hann alltaf bara lamið hana úr setup-dótinu sínu. Já, einmitt. Svo það er Nei, ekki hitta með 2S-unu þannig inn í Michael Sword, setur upp fiskinn. Það er svona munurinn. Nær honum með klosslæsinu, inn í ísinn. Vel gert. Gerir ekki super. Nei, hann er að spara held ég fyrir wings fyrir einhverjum staði, ég veit ekki hvað hann var því. Ok, nær honum með multi-hit fárslæsinu. Og klárar með 2H-inu. Ekkert burst hjá Inga þetta. Nei, hann ákvað að spara það. Ok, ekki að hero bursta. Það er ekki allir viljur til þess að þú. Heyrðu, hann reynir på Potemkin Bjáster, 2 sér í röð. Ég er bara meiri trú á mér en aðri, sko. Heyrðu, ok, nota. Sem er ekki satt, sko. Ég trú ekki neitt á þessu. Ok, treppar hann með 2S-inu. Alright. Nei, býttu, er ekki Chloe 2D, ekki 2S? Hvað er Chloe? Er ekki 2S þegar hún gerir með það? Notar reverse, alveg mjög vel gert. Nei, ég er að tala hún til að trippa, er það ekki 2D? Það er 2S sem þá notar hún X-in, er það ekki? Jú, ég held það. Ok, blokkar charge-tustið. Ok, kemur í svona nær ekki. Þetta var fucked up, maður. Þetta er svo gott. Þetta er það sem ég að segja, sko. Þetta er það sem ég að segja. Þú veist, ef hann heldur sér í þessu range og nær að fljúa inn þegar hann er að setja upp eitthvað. Það er bara búið mál. Það er bara búið mál, sko. Ok. Og já, ef hann hoppar með Megafist. Ok, nú þarf hann að hoppar. Nice, Hammerfall. Þetta er líka gott akkurat. Hammerfall er bara í gegnum Michael Sword. Ef hann var að gera slower Michael Sword, hann gæti ekki gert þetta held ég ef hann var að gera fast, sko. S-versionu. Ok, blokkar JS-ið. Nú er hann í smá klípu. Og hvað er yfir slideheadið? Fer samt ekki áfram. Hann er svo oppressive, hann Ingi, sko. Ok. Ísinn, Michael Sword. Setur upp fiskinn. Inn í chestnuts. Nei! Roman cancelið! Ég held samt hann hef ekki náð honum, en þetta var samt gott reaction. Þetta var gott save. Og nær honum með 2D-inu. Þetta er náttúrulega rosalega stórt 2D. Þetta er bara eins og Amelia, sko. Hún er, sko, Dizzy. Þeir sem segja hún sé ekki góð eru eitthvað skrýtnir í hausnum. Ég held að séu bara allir karakterinn í þessum leik góðir. Ég held að fólki nema Faust. Faust er lélegur. Já, en meiri sé að Faust hefur sín... Hann hefur sín styrkleika. Já. Ég meina, ég fann alveg fyrir því áðan, sko. Það var bara, maður þarf eiginlega smá bara að blokka iteminn. Eina skipti sem ég fekk eitthvað opening var þegar hann treysti sér í það að gera super þess að ég geti þróað hann, sko. Það er ennlega máli, sko. Nei, með Faust, sko. Faust er alveg með fekka mikið að knowledge check dóti og þú þarf að vera mjög patient með items. Já, einmitt. Sérstaklega mín í Faust. Og fylgjast með, þú veist, þú er ekki að vita hvað er að koma. Já. Ef þú veist ekki að Meteor er á leiðinni út af því að þú sást ekki boltan fljúa upp, þá getur þú alveg lent í fucking vesinni þar og svo er annað vesen með, þú veist, teleportið. Vel nota teleport með RC og eitthvað. Já. Ótrúlega gott. Eina ástæðan af hverju ég liði það var vegna þess að ég er með omnidirectional invulnerability. Nú mikið af með Faust er auðvitað unreliability. Unreliability er það sem að gerir Faust lélegan.
Já, Hann er ekki mjög reliable karakter. Já, En ef þú getur lifað í chaosinu, þá getur hann verið mjög góður fyrir á móti sumum. Því að fólk vill spila leikinn á X hátt, fást disruptaða. Já, einmitt. Fást leifir þér ekki að spila venjulega. Hann er chaotic, hann er með mikið af tólum sem er erfitt að kjáma. Og hann getur low profile undir mikið af dóti bara með croucha. Einmitt. Hann er mjúg weird. En allavega, við erum byrjað aftur, það er búið button check, búið að laga issues. Yes. Ok, kemur inn með JP. Kemur að calla out. Kemur Chestnuts inn. Næri ekki að komast neitt með Hammerfallinu. Nei, Hittir hann með JS-inu. Oh my god. Nei, Dun. JH. Ok. Næri hann með 2D-inu. Það var smá skæri. Næri ekki að hitta með Roman Cancelinu en næri. Þetta var smooth. Þetta var smooth. Ok, nær góðu back. Nær hann með multi-hitti. Þetta er smáta counter við Potemkin að vera með svona multi-hit, sko, force slash. Faust downplay frá non-Faust player. Ég var alltaf að upsella hann, sko. Ég var að upsella hann. Ég held að hann var að tala um mig, sko. Já. Ég held að það væri bara universal opinion að Faust væri einmitt núna með Sko, hann gæti verið struggle mest í leiknum. Hann gæti verið, þú veist, að struggla mest í leiknum. En hann er samt ekki, þú veist, Nei, hann er í ekki. Guilty Gear, Þá eru allir ógæsta sterkir. allir geta verið mjög sterkir. Þeir þurfa bara að geta actually nota bullshitið sitt. Einmitt. Eina málið með Faust er að hans bullshit er unreliable og nota awesome. laser superið. Very father-son kamehameha hérna. Einmitt. Ég er svo feginn að þið breyttu því að þetta... Mjög feginn að þið breyttu því hérna hjá honum, sem sagt, ekki hjá henni honum heldur, hjá Dizzy. Ég er mjög feginn að þið breyttu hjá Dizzy að þetta super fer ekki gegnum animationið on block líka. Þú meinar. Það var svo leiðilegt. Það er svo leiðilegt. Þú veist, þú ert bara að forsa fólki að sitja Þetta er bara cutscene simulator. Þau bara watch this movie while I'm not actually... Þeir voru rosalega stoltir af þessu animation. Það er greinilegt, sko. Það er mjög greinilegt að þeir voru stoltir af því. Nær honum með ísnum, inn í Michael Sword. Nær honum aftur með ísnum, þetta er rosalegt. Hann bara kemst ekkert úr þessu. Nei, hér líka, já, það er akkurat málið. Potemkin hefur ekkert alveg svar við Icefloor. Hann er ekki með... Hann er bara með að geta flogið í burtu og þú veist, þú getur að counta fyrir það. Já, einmitt. Það er mjög predictable leið til þess að reyna að komast út. Svo sem er mjög auðvelt að stoppa. Einmitt. Svo, þú veist, ef þú heldur hann með svona í burtu og bara býr til Icefloorið, hvað á hann að gera? Nei, einmitt. Það þarf bara að býða. Hann þarf bara að gera slide. Wow, gott punish hérna. Hann þarf bara að gera slide. Super. Nei, ekki Látt hann sitja í gegnum þetta, maður. En þá líkur því 3-1 fyrir Magic. Anskotin. Ég hefði BM-að. Það kannski væri sniður en það er hvað sem er að þetta er svona yfir mér, sko. En já, hvað næsti leikur er... Næsti leikur er þú og Hihi. Þú varst má stressaði fyrir honum. Nei, það er ekki alveg strax. Það er loser semi fyrst. Já, það er loser semi fyrst. Það er Omar og Magic. Magic á að halda sér á sama stað. Jæja. Já. Omar og Magic. Ég er spenntur að sjá hvort að Magic ætli aftur að taka Jacko. Ég held hann ætli að gera það. Sko. Ég væri til í að sjá það allan. Mér langar að sjá hvort að Omar getur höndlað Jacko. Hann hlær hérna á leiðinni þegar ég segi það. Já. Bara Sko, ég held að Omar er rosalega fljótur að læra á andstæðinginn sinn. Mér finnst hann vera rosalega fljótur að læra hvenær á að burstbita og allt þannig. Já, ég held það, sko. Ég held að ef hann fókusar þá ætti hann alveg að geta díla við minjunarna betur. Ég held að ef hann skiptir samt, sko. Það fyrir eftir, sko, ég held að hann geti tekið Jacko inn, sko, að mínum mati. Það er sjálfsögur við alltaf non-biased hérna, en... Ég vona hann reynir alltaf að gera það, já. Já.
Það er gott að æfa sig á karakter með því að spila á mótum. Ég er að elska það að sjá nettaperan í chatinu bara á fullu, sko. Hver er hérna hvetja áfram Ómar? Það er Ræsmann og... A-tippinu. Ég veit ennþá ekki hver það er. Ég hef séð hann ógeðslega oft í chatinu, ég hef enga hugmynd hver þetta er. Enga hugmynd. Hann er að chatify eitthvað Ómar upp. Oh my god, Ræsmann veit, það er kók, wow! Það er flott, það er doxa hann! Heimilisfang og kennitölu. Please ekki, en þú veist. Gætirðu doxa hann ef þú vilt það? Ok, hann ætlar bara að byrja strax á Dizzy. Hann ætlar ekkert að treysta sér í Jacko. Hann Ræsmann veit allt, hefðu. Já, greinilega núna allan, hann er orðinn Tekken champion. Kendi Mishima-stæl. Það er crazy. Ómar alltaf kjánt, eða? Hann að skrifa í síman sinn einmitt núna, eða? Og meðan hann er að bunchecka. Það var impressive. Það var rosalegt. Þannig er bara hérna... Það er að spila með einni hendi. Já, hann er alltaf vanur því úr því hann er að spila Elfald. Já, ég ætla akkurat að segja, sko. Gerir ekki bara svona, þú veist, movementið, motionið fyrir að rekka og svo bara þetta masha með pinky. Síðan masha er bara S eða hring og svo getur verið að skrifa með hinni. Er það ekki? Já. Það er ekkert meira til að spila hana. Nei, ég segi svona. Shit. Þessi bombukrossar eru samt klikkuð, sko. Ég er alltaf stressað fyrir þeim, sko. Ég held að hann börsta nú með því að bara íta á dust og normal, sko. Þetta reddast. Jæja. Ok. Nú. Það er bara strax farið í það. Það er bara, þú veist, Microsoft. Ok, getur double overheadið. Hoppar yfir sprengjuna. Þannig Ómar burstar, and it's thrown. Nær ekki. 6-8, Joki. Ok, Michael Sword inn í 6-8, inn í Ease. Þetta getur verið búið, já. Alright. Vel gert hérna. Ok, backdashar. Kemur fiskinum upp, ég notar chestnut. Ég sagði þetta ekki að sjá Jacko, en ég skil það. Þú ert komin það langt inn að þú vilt ekki tapa núna. Þú vilt ekki gefa þessu neitt rými. Hoppar yfir farslashið en er thrown, nær ekki. Hann er sjúrt sig. Ætlar hann að bursta? Já, nær burstin á réttan tíma. Ok, 6PR. Já, flott frá mig cancel chestnuts. Já. Ok. Nei! Það er hann með JS-inu. Þetta er gott JS, sko. Sérstaklega á backdashi. Já, þetta er gott air to air, sko. Ok, chestnuts, nú þarf hann að komast inn. Nice! Ekki. Það ætlaði að þróa hann, en það er bara tími yfir. Það er aðeins svo mikið histan. Já, hann var ekki að counta fyrir það tími yfir. Ok, kemur springjaversin á hann. Ok. Nú er það bara að blokka. Set up. Nær cross-upinu. Nær að hoppa. Ég whiffar farslashinu. Ok. Gerir yellow army cancel á rekkað. Ok.
Nú Ómar komur í hornið, hann vill ekki vera þar. Nice! Nær í airthrowinu. Nice. Gott, þetta er Hann eitthvað þarf að gott passa, hann taktík. er mikið í þessu að Purple Ómar cancel henni í airthrow. Hann þarf að passa sig á því. Það er eitthvað sem þú bara ætti að gera sko ef maður hefur advancing moves. Já. Ég elskar að gera það eftir failed Næra mappa. crossan upp. Kenny trick. Ok. Kenny hann að crossa. Nice. Hittar hann ekki með Michael Ford. Ok. Já, Chestnut fyrir herra level projectile. Næra hann með 2D-inu beint inn í Michael Ford. Búm, búm. Ok. Nei, næra ekki throw. Ekki 6p að það. Ok, nær aftur 2K, Þetta er bara crossa. Þetta er bara endalaust grenade jumps. Þetta er alveg crazy. Þetta er rosalegt. Ok. Ekkert super. Wow. Vá maður. Jæja. Wow. Ég skildi ekki einu svona almennilega hvað var að klasja þarna. Þetta var Michael Sword og held ég 6H. Já, ok. Eða eitthvað, ég veit ekki. Ég Það sá, ekki alveg ég sá bara Michael Sword sko, það er svo stór árás. Nær að blokka neitbombið. Nær ekki að blokka rekka follow-upið, hann reynir að puncha hann. Í vegginn. Ok. Þannig að þetta byrjar frekar strong hérna á þessum game fyrir Ómar. Komið inn með hann alveg kannski svona 65% health eða eitthvað. Ok. Kemur vangjum aftur við nær og hann með close life-sinu. Þetta verður smá fucked up. Þetta verður smá Wild Assault inn í throw. Ok, notar ég alveg með cancelið. Oh. Ok, double counter hit. Coverar jumpið með fiskinum. Ómar er búinn að vera Ok, mjög kemur patient einmitt núna. 2K2D. Nice, Battle Express. Buttpile Express. Ég ekki bara kalla það núna. Jú. Nei, Hann grípur dustið. Hann ætlaði að dusta, það er fucking diabolical. Hann hero burstar. Er hann svona viss að hann muni vinna þetta round núna? Ég held að þetta hafi bara verið prank. Ok, er ekki Það hitt á gæti gert skotinu. það. Ó, nei! Ok, hann burstar. Gott. Já. En nú má sem sagt hann að Magic tappa. Ég held að hann hafi bara verið að vonast Ó. því hann... Ói! Nei! Hann droppar! Oh my god! Þetta er scramble. Ói! Ah. Nær honum með 6p að Það það. er 6p maður. Ói, maður. Þetta er rosalega stert, maður. Run up 6p, það er bara actually mjög viable option bara í þessu leik, yfir höfuð. Já, ég var ekki að nota það greinilega nógu mikið. Það er mjög gott sko. Þú veist, auðvitað ekki ef að hinga einn ákveðar að hendi inn lows í staðinn, Nei. En en oftast er fólk að reyna að reacha þig með stóru slashunum sínum og já, einmitt. bara yfir höfuð Bara, high ég er move-unum bara sínum. smá advice fyrir hann Hihi. Herru, það er komið að því. bara Það er Crownless Chief, ég, á móti Hihi. Þá bara fáum við að sjá hvernig það fer. Já, Crownless á móti Hihi. Hihi spila náttúrulega sinn gísk og er búinn að vera að bæta sig alveg rosalega núna undanfarið. Ég meina, bara sjá það, hann er strax komin upp í Winner Finals, top 3 á þessu móti, bara fyrsta móti, og hann er búinn að vera ótrúlega duglegur einmitt bara
í gegnum seinustu mótin á seinustu önna að bæta sig sko. Þannig að ég held að hann alveg byrjað að vera mjög góð Hann mæti bara halda competitor. að hann væri hættur í skóla með að við komum ekki að næra bæta sig. En hann að juggla bara háskóla og ofan á allt þetta, svo ég þetta rosalegt. Nei, þetta ekki það. Ég held að það sé akkurat sko máli. Það margir þarna eins og Egill og Kleppir og þeir voru í háskólanum sko. Já, það er enda rétt. Þannig að ég held að þeir voru með training camp sko. Ég held að þeir eru komið tilbaka til þess að taka hí með sér í hyperbolic time chamber sko. Einmitt. Er þetta ekki rétt megin? Jú. Ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer sko. Ég held að Crownless þetta strax í Chief. Nei, Slayer? Nei, Chief þetta strax í Slayer, já. Ég sé alveg fyrir mér reyna Soul allavega fyrsta ef ekki annan leikinn líka sko. Sko, málið með Soul sko, hann sýnir með svo stóra taka eins og til dæmis Big Driver til dæmis. Nei, er hann að fara að betna? Ég held að það bara minna á það sko að Hí tók Crownless í bracket by the way. Já. Og með sko 3-0 og hann meiri sér að var með Slayerinn í lokin sko. Já, en ég tók Ómar 3-0 í pool og Grút tapaði, svo þetta getur ferða alla leiðir. Það er spurning. Nei, hann ætlar í Slayer, það er rétt hjá þér held ég. Já, það er button check. Nei, ok, það er rétt hjá þér. Hann fyrir beint í Slayerinn. Það er þvílíkir, það er Cope-Sash í chatinu. En ég meina þú veist, ég held að Sin, hann spilaði anti undir þessu, var það ekki? Hann var anti... Hann var anti-spilari, já. Og hann spilar alveg anti ennþá en hann er búinn að breytast í Sin megin. Honum finnst Sin skemmtilegastur af karakterunum sem hann hefur prófað hingað til. Já, nei, mér finnst það mér að standa sig ótrúlega vel með honum, sko. Það er rosalegt hvað hann er að standa sig vel. Ég get alveg séð fyrir mig að þetta sé hí mótið, sko. Hann er alltaf kominn á mjög góðan stað fyrir akkurat það, sko. Já, einmitt. Þó að Crownless er kannski búinn að hita upp núna aðeins, þá er spurning hvort að hí sé ekki bara funheitur ennþá. Það er náttúrulega mikil pressa á Hí því að þetta er líka hvert hann komst sem sagt á mótinu sem sagt núna í nóvember. Þá komst hann sem sagt í Winter Finals á móti Dan og tapaði á móti honum. En núna vann hann sem sagt sitt Winter Finals. Já, já. Svo nú er hann winner þannig semifinals ætti ég að segja. Svo nú er hann kominn eins langt og hann hefur einhvern tímann komist. Það byrjum við flott. Ok, byrjar strax pressuna sína. Byrjar með Mappa Hunch. Ok, Punisher jumpið með 5p. Nær honum með pælbankarinn. Beint í veginn. Ok, þetta lítur Þetta er svo mikið damage nær overheadinu. Heyrðu, hann DP-ar. Nei, nær ekki ókíinu með close slice-inu. When in danger, þá bara DP, það er það sem ég segi, sko. Það er sniðugt. Aftur pælbankarinn. Heyrðu, hann DP-ar, það var ekkert verið að blokka það. Ég eins og ég segi, DP, það er bara... Vinnur það. Aftur með backdashinu. Nær ekki að koma kombo úr þessu. Ok, já, kemur yfir 6-6-inu inn í DP. Þetta er kombo. Droppar því samt. Hann var ekki með stemmina. Þetta ruglar mig alltaf þegar hann er að flippa á milli. Crownless er mjög góður í því líka með svona condition að hvenær hann ætlar að flippa, þú veist, flip. Já, það er... Þannig að hefði getað dripp með super, en ok. Új, og lítið nær hann með slide. tútíinu. Fljótur fyrsti leikur. Svo sannarlega. Crownless lítur mjög sterkur út. Þetta er svo mikið damage, sko. Meiri segja á, sko, góðrölu karakter eins og Sin og Angie, þá þarf maður bara að passa sig að vera ekki. Já, nákvæmlega. Reynir að gera hann DP en hann hittir það ekki, hann burstar. Hann hittir jumpinið með overheadinu. Ruglega mist hann hérna fyrir hí. Ok. Gott blokk á overheadinu, góð blokk hérna. Já. Ok, first, Yellow Roman cancel. Inn í low. Ok. Með Alkant. Það er loops. Pælbangur loops. Það er loops. Ói, með Mappa Hunch inn í 6K. Þetta er rosalegt. Þannig við Það var ekki verið óvikið mýrar. Ói. Trade. Unfortunate trade. Hoppar yfir 2S-ið, nær honum þannig með close touch, þetta er svo hátt. Ég get alveg sagt Strax inn í wallbreak. Ég get sagt að ég hefði fallið fyrir þessum overhead líka, sko. Þeir mega vera hægustu, þeir geta verið 60 frames þessi overhead og ég myndi falla fyrir þeim, sko. Nær honum overheadinu. Burst baitið. Inn í Shit, ok. perfectið. Hvað er að gerast hérna? Já.
Chief greinilega ekki að fara að vera afkringdur í þetta skipti. Þetta er Allavega rosalegt. ekki- En hver veit, kannski sjáum við Hee comeback. Hann var náttúrulega rosalega mikið fyrir það, sko, síðast þegar hann var í Winners. Hérna byrjar, og hér byrjar comebackið. Ok, nær hann með 2D-inu inn í close sliceið. Ok, hann burstar á réttum tíma, hann vill ekki vera wallbroken. Ok, nær hann með overheadinu. Hann DP-ar. DP aftur, nei. Ok, nær hann með JS-inu. Ok, komin inn. Núna Nær erum hann við með komin inn. L-Cunt inn í Roman Cancel. Já, já. Hann Er þetta combo? Já, þetta er combo inn í wall splat. Super. Nei, hann er Ekki super, hann er ekki með mýru. Ói, nær hann með bælbökgrunum. Hann er ekki safnað nógu miklu metir þannig fyrir til þess að Ok, klára. blokkar Nei, wake up slætið. optionið. Aftur slæt og super. Ói, vissulega. maður. Ekki dur! Hérna kemur Ekki döður comebackið. alveg strax, ég er ekki með rosalega. Þrjó. Þarna, nú kemur Ok, comebackið. nú kemur koma. Nei, hann whiffar ókinu. Því miður ekki með Ok, en 90 á hann er- réttum tíma. Ok, hann er með burst samt, svo hann er ekki alveg næra með pælbangurnum. Hann gerir cross-upið inn í throw. Ok, gerir DP. Hann er ekki að ná þessu óki. Hann næri honum með JS-inu. Hann næri ekki að gera komboðu samt. Ói, hann reynir að bakta sig en hann næri honum með 2D-inu. Flottur. Ok, næri hann með L-Cunt. Close slice sem hann fer svo Hann er rosalega með super. Hann er þetta... Ói, hann reversar superið. Já, almennilegt. Ói, næri ekki óki. Ó, já, þetta er búið. Já. Já, hann Ég sá bara bara hann- andvarpar. hann bara- Þetta var náttúrulega rosalega. Tókum ennið á sér bara eitthvað, heyrðu, þetta var bara hausverku, sko. Þetta. Þessi var rosalega. Vámaður, svona geta hlutinni breyst. Bæði bara fólk sem að tapar 0-3 í púls. Tekur bara rústar fólkinu. Tekur bara revenge matchið með stæl. Heyrðu, hérna kemur þá Hee Magic hérna í Loser Finals. Þetta var Já, hann er líka, hann er greinilega ekki ánægður með Hee Magic. Hann er svo stressaður. mikið maðurinn. Þannig að það var líka ranka við sér, held ég bara, hvað var að Það gerast. er bara... Jæja. Þetta var rosalegasta revenge match sem ég hef einhvern tímann séð. Vá maður. Ég var bara, ég trúði ekki mínum eigin augum. Já. Ég skal segja að secretið er að hlusta á No Not November eftir Matt Watson. Er það lag? eða? Það er lag. Ok, ok, Það ég er skal- top 50 lag hjá mér of all time. Ok, ég skal skella því í off all time, ekki eins og bara Já. 2025, bara off all time. Of all time. Vá maður. Já, ég þarf greinilega að setja einhver heyrnartól í mig og hlusta Það gæti ekki fært sig upp á Öruggt. þessu ári. Það gæti ekki fært sig upp. Já, ok. Ég elska þetta Ég lag. þarf að kíkja á það. Klárlega. En svo kláraði ég þetta með Earthquake, sko, frá Tyler the Creator. Þú veist, Já. þetta var bliss. Þetta var rosalegt, sko. Hann var ekki að ná að kjantara þessi pælbankers eða mappa. Hann var að whiffa Oki svo rosalega. Ég hef aldrei séð hann whiffa Oki svona oft. Já. Þú veist náttúrulega með rosalegt, sko, backdash þarna. Er það ekki frame 1, eða? Sko, það er invol, auðvitað bara frame 1 til 4, 5? Já, 4-5, ok. Það er eitthvað stað þar og svo leið og ég cancela í Hands of Doom þá Einmitt. missi ég vulnerability. Ég skil Svo ef þig. ég ger of snemma þá missi ég vulnerability. Já, þannig en hann hefði mögulega geta gert þarna 2S-ið í staðin fyrir close slice-ið og þá hefði hann catchað sem sagt. Já, hann hefði mögulega getað catchað mig, sko. Já, ég mitt. Ég hef með svo, já, þú veist, þannig að það eru svo margir með svo stórt 2S eða 2D. Dizzy Já. hefði öruglega náðið þér annað til dæmis. Já, þannig að nokkuð skiptið sem ég akkurat bakta þess að frá 2S-inu en það er því að þetta var eftir að hann var búinn að gera þarna Super. ekki super heldur eftir að hann var búinn að gera þarna það er hann eitt blockstring sem hann gerir alltaf Einmitt, sem er já. þarna með þarna Outcount og, nei, pælbank, eða ekki pælbankar, hvað heldur heitir- þetta heiti Big Driver. já, hann gerir big driver og follow-upið á því og svo dashar inn eða eitthvað eða bara leifir því að vera og svo, þú veist, gerir hann 2S heilast alltaf eftir það Aha. og ég bara var svona, þú veist, ég veit að ég get bara backdashað á punisha Já, ég er reynda búinn að taka mjög mikið eftir því, sko... en það er á því að Slayer getur backdashað og gett árás úr backdashinu það er ekki allir sem hafa það privilege. Já. Það er hann á það til að fallast á
sömu options eftir að þú blokkar sem sagt pressure lance Já, sem það að er ég á alveg- örugglega alveg líka til að gera en maður tekur svo lítið eftir því nema þegar maður er sko ég þarf að kíkja á voddið seinna til að gá hvað ég þarf að bæta sérstaklega hana í Elfeld matchupinu þar sem Yes. ég var að droppa svona mikið Akkurat. en það er bara, þú veist, spila online og æfa komboðin meira og Já. Bara æfa sig að blokka reyna að vinna eitthvað sem að... það er bara fínt að þið kommenteitið aldrei á hvað liðlegur ég að vera í defense í þetta skipti ég man mjög vel eftir því á skjálta ég var á skjáltanum að það var kommenteitað specifíkli á það hvað liðlegur ég var á defense Já. Nei, sko, það er ennlega málið er að ok, það þarf auðvitað að bæta defense sitt alltaf. Það er alltaf góð hlutur að gera. Það er alltaf góð hlutur að bæta það. Einmitt. Skít saman hvaða leik þú ert að spila, bara vertu alltaf, ef þú ert solid á defense, þá kemstu upp með svo mikið af, þú veist, punishes og stuff. Einmitt. Sem munu kannski hjálpa þér að vinna. Mér segja þú veist, svo læriru eftir það, þá læriru actual góðu punishin eftir defense. Já, einmitt. Já, þú veist. Herðu, Goku er komin aftur saman greinilega. Nei, býtu, Goku. Hann er farinn. Nei, sýndu Goku. Hann er hann. Hann er hann. Sjáðu, Good as new. hann er dáinn. Hann er komin aftur. Hann er við Haloið, samt. Eins og í Dragon Ball. Já, eins og í Dragon Ball. Já. Ég er spenntur að sjá þetta matchup því að hann Hihi er svona eins og með mig og Ómar. Hann er smá svona unconfident með þetta matchup specifically út af því að hann stragglar á móti honum. Já. En ég hef mikla trú á því að ef að Magic ákveður að taka Jacko sem sagt, þá get ég trú á því að hann geti tekið 1 round og ég get alveg trú á því að það geti snowballa sko. En við bara sjáum til. Já, hann er rosalega góður að snowballa á mínum mati, hann Hihi. Ef hann nær þér 1 round, þá bara veit ég ekki hvað ég á að gera, þá liður mér bara eins og ég sé. Hann sko, eitthvað sem mátt ekki leyfa Hihi að gera er að komast inn í hausina þér. Nei, einmitt. Þú mátt ekki leyfa hann að komast inn í hausina þér því hann veit hvað þú ert ótrúlega pirraður á og mun gera það aftur og aftur þangað til þú annarkvæmt lærir eða ekki. Einmitt. Já. Þú verður að læra að díla við það og meira segja að þegar þú ert búinn að læra að díla við það 1 eða 2 skipti, hann með samt gera það aftur. Þú veist, út af því þú ert aldrei að fara að gera það 3. skiptið. Já, ég man eftir einu mjög specific, ég man ekki alveg hvernig það var, en ég man að ég hef blokkað DP'd vísosinnum hjá honum. Já. Og eftir það, hann gerir sem sagt oftar strike throw á wake up. Hann gerir DP eða hann heldur að þú sért að fara að beita DP og gerir run and throw. Þannig að hann gerði þessum DP 3 í röð og ég bara trúði ekki. Ég var búin að blokka þetta 2 hjá honum. Já. Ég trúði ekki að þú ætlar að gera það í 3. skipti. Hei, ef það er að virka, þá virka það. Já, já, 100%. Hann er bara betri player, sko. Já, hann er góður í núttal, sko. En já, ég myndi segja, sko, persónulega sem einhver sem hefur unnið nú nokkuð mótina. Besta defensið í þessu leik er svakalega gott offense. Já, ég get alveg verið sammála því. Það er bara, þú veist, meiri segja þegar þú ert að defenda, hluta defensiðinu ætti að vera based í kringu það og þú ætti að reyna að koma þér inn. Þú vilt ekki leyfa opponentinu að gera neitt. Þú vilt ekki vera að defenda heil lengi og leyfa anstæðinu að komast upp með stað. Nei. Þú vilt challengea. Ok, það er button check síns mér. Þú vilt challengea og vilt challengea á réttum tíma, reyna að finna út hvað réttum tímin er og stundum virka það ekki án faultless, þá þetta bara að sjá hvort að það sé svarið, skilur við. Nei, veit. Á og til er stundum betra að íta einhverjum aðeins lengar frá þér, þannig að þeir get ekki reachaði kannski með fljótari tökkurinn sínum þegar þeir eru nú þegar mínir. Já, ég held að það sé næsta skrif hjá mér að nota faultless defense. Ég hef heyrt að virkar ágætlega á móti sérstaklega karakterum sem eru svona reliant að það komast inn, sko. Málega, ég nota það mjög lítið, en ég nota það þegar ég veit að ég þarf á því að halda. Já. Ég nota annars ekki, en ég nota þegar ég þarf á því að halda. Það er oftast vanlega fyrir ég er alltaf með tension. Herru, þá er það að byrja. Sjáum þess að 2 giants hérna. Íta honum í burtu, bakta sér 2-essið, ok, hoppar yfir forslashið, nær ekki að follow through, fer inn í strike throwið. Hann náði ekki að bakta þetta.
Ok, 6H, ok. Það er bara father absent, so son and mother have to fight. Einmitt. Já, fyrst það illa fannin, já. Það er bara einhvern Unica player og þá erum við komið með fjármennið. Magic getur reddað því. Já, en hann er líka að spila í Queen Dizzy. Jú, Hann spila báðar. Herru, nær aftur að þróa. Hann er maðgurnar. Ok, hann nær, maður, hann er að ná þessu þró svo oft. Hann er ekki að ná að gera sig safe með þessu jump-ins. Því miður. Ok, nær með Elkant. Inn í JS-ið. Hann burstar, hann var örugglega að reyna að gera þarna 2K2D. Ég hef gert þetta svo oft. Oh my god, ég held næstu hann hefði ítt honum í fiskinn. Svo að baka hann. Ok, hann gerði það ekki allan. Nú veit hann ekki alveg. Nú eru vængin í góðir ok, kemur þeim í burtu með Yellow Cancelinu. Ok, nær að byrja smá pressure með JS. Heyrðu, ok, nota JK-ið inn í ísinn. Þetta búið að vera svakalega gott defense hjá honum Magic. Já, hann er rosalega góður að halda fólk í burtu. Wow, með cross-up, já, jump K. Bara tekið down 50 á þetta. Damn. Þetta er mest pirrandi hlutur í heimi. Þegar fólk hoppa svona yfir og fer aftur tilbaka. Ójá. Ég er búinn að læra að díla við það akkurat í rank mjög mikið af fólki sem gerir þetta. Þetta er líka rosalega effektiv, fólk er ekki að búast við því. Nei. Heyrðu, það eru 3 chestnuts, það er blokkað allt. Samt komum svona chip. Ok, komin inn í combo. What? Hann ákveður ekki að klára þrátt fyrir að hafa verið með stamina. Ég hefði gert það sko. Ég hefði Ég hef fengið wallbreakið. meiri sé að, þú veist, ef þú hefði bara tekið wallsplat, hefur þú getað fengið aðeins meiri tíma til að setja þig. Núna er hann komin í þessa stöðu, hann er ekki með stamina út af því hann er að nota núna í pressure og hann er núna fastur. Já, ég held að hann hefði meiri sér verið. Ok, næra performer cancel inn í... Flott hann er að byrja að recovera núna, hann er núna með 2. Ok, gerir overheadið, það er samt blokkað. Hoppar yfir seinna 2K-ið. Kannski vildi hann bara ekki resetta neutralið tæknilega. Það er kannski bara máli. Það getur verið. Heyrðu, hann vann roundið, svo þetta greinilega var eitthvað starfstekja. Þessi eldur sko. Wow, hann gett náð honum með þarna 6P hérna. Já. Það er mjög gott 6P. Það er að blokka fiskinn. Hann nær honum með dastinu. Hoppar yfir aðkantið. Ítar hann í burtu. Nei! Ok, nær að þróa honum. Heyrðu, ok, nær kombóinu sem hann droppaði á hann. Nær að 6B í gegnum þetta. Nei! Nei, býttu, hann blokkaði ekki, what? Þetta var svo skrítið, hann burstaði burstið. Þetta hefði verið, hann hefði örugglega getað tekið það. Hann var með 2 stamina. Burst. Áhugavert. Frekar að blokka. Hann líkaði greinilega. Já, það hlýtur að vera. Wow, þetta var spes. Ok, nær hann með JS-unum. Inn í Elkon combo, já! Nær hann með droppar því, Þetta PP. It giveth and it taketh away, sko. Já. Ok, nær að koma inn. Ok. Já, og inn í superið. Clean hit? Nei, ekki clean hit. Það er fínt að þetta hann hitti. Nú er strike throw. Já. Gott throw. Og inn í Roman cancel. Og ætlar hann að burst mittan. Nice! Rétt náðan var hann að burstu. Sjúsh. Var komið. Þetta var flott. Ok, það er 1-1. Hann ætla greinilega ekki að fara down without a fight, sko. Nei, eins og ég segi, veist, Hihi er mjög góður. Hann er mjög góður. Hann er að verða betri og betri bara með deginum. Þrátt fyrir, þú veist, eins og þú segir, responsibility sem hann hefur annar staðar, sko. Það er bara mjög flott hjá honum. Já. Ég er svo gladur ég hef hann sem trainingpartner út af því að ef hann verður betri þá get ég orðið betur bara með því að spila mótið honum. Definitely, sko. Definitely. Ég geti reynt að afvenja hvern annan af hræðilegum habits. Einmitt. Sjá maður. Það er aftur.
Það er bara komin heim. Það er bara að berjast fyrir utan heima. Nær ekki að hitta hann við 6P-inu. Új, bara við JS-ið. Ok, nær að catcha Bartasið. Ég held að Nær burst beitinu. Ég held að Sinn gæti verið með besta run-up 6P í leiknum. Já, það fer bara ekki, sko, hann hefur oft kvartað í mér yfir því að hann á erfið það að hitta pánin sem er beint fyrir ofan hann. En Já, já. close slash hans er svona eins og Slayer close slash. Já, það slamma niður. Það sem að það já. fer svona hátt upp fyrir ofan hann. Einmitt, og slammaði niður Einmitt. og alveg lengst. Jú. Starting frame-in á því er, á active frame-in er bara fucking fucked up, sko. Sjáum við það. Komum með hann í hodnið. Ok, gerir ákvæmt í lóið, hoppar við 2S-ið. Það með 1 stamina. Reynir að catcha með 6P en whiffar því. Ok, hann er byrjað að recovera stamina, spurning hvernig hann mun díla við þetta. Ok, sjáum til, ætlar hann bara... Ok. Já. Þetta er... Wow, ok. Það er enginn að hitta. Þetta er neutral, Ok, þetta er footsies. Já. Ói, er hittur af ísnum, en fiskurinn tekur hann úr því. Ok, þetta var ekki besta goldburstið, sko, en hann var alltaf ekki punished fyrir það. Hann borðar. Ég veit ekki hvort hann hafi... hann er ekki einu sinni með stokkið til þess að reyna að oraforma. Nei, ég veit ekki hvað þetta var. Þetta var mjög fyndið. Ég held þetta sé sem sagt að ef hann reynir að gera ákvæmt sem sagt, ef hann fyrir hinn áttina sem sagt, þá er það að borða. Þannig hefur reynd að gera ákvæmt nema hann gerða einmitt þegar hann crossa hann upp þannig. Eða hvort það sé DP-ið eða eitthvað þannig. Sko, ég held að er ekki að borða á punch. Ég held að vera á punch. Mér minnir hann hafa alveg sagt það að það sé annarkvort ákvæmt eða DP-ið. Ég man ekki hvort það var, ég held að það sé DP-ið. Allavega. Allavega. Þetta var mjög mikið eitthvað aura-farming sem fór vitlaust. Hann átti ekki peningin í það. Nei, hann átti ekki efni á þessu. Aura-farming loan, sko. Ok, nær honum með eldkantinu. Ok. Full stamina. Þetta er combo. Hann ákveður ekki að klára það. Ég held að það hefði mögulega að droppa hvað sem er, svo ég held að það var fínt til sig Nei, inn í hann ánum. blokkar ekki eftir performance cancel. Ok, kemur fyrir crossfit. Nei! Fyrir það loksins. Yes. Já. Nei, ef alveg. það er einhver takki sem getur dílað við Michael Sword, þá er það 6P sem. Já. Ói, neitt crossfit inn í crosslæsið. Blokkar ísinn. Hoppar yfir seinni ísinn. Vel gert. Yes. Flottur er hann þarna. Hann var að masha S, ég sá það bara á hann. Ok, reynir að forslasha þetta projectile, nærði ekki. Ok, reynir að gera beat driver. Ég held að það var bara búin að ákveða að farslæsa hvað sem er. Það getur verið 6P er ekki í þetta skipti. Ok, blokkar hann projectile. nýta sér mjög mikið D-projectile. Já. Þetta coverar svo stórt svæði og það fær svo hægt. Ég held að það sé rosalega gott. Nice, ok. Þetta er bara... Új, næri ekki að... Hann reyndi að þróa hann held ég. Ó nei! Hann krossar hann aftur upp. Hann ætti að gera... Hann er ekki með stefn af hverju Roman-cancel hann ekki. Hann hefði átt að gera super. Hann hefði átt að gera Roman-cancel. Hann hefði átt að gera bara super þegar hann hitti. Já, nú er hann komið burst. Shit. Ói, barasta. Ok, reyndir að beita úr throwið. Hvað getur hann Hann núna? kemur til undir. Búi, en nú mínur að því. Hann reyndi ekki að hvort hann hafi reynd að 6P-a. Ég held að það sé ekki mjög góð hugmynd að reyna þarna í svona frantic momenti. Hann hefði átt að bara blokka ef hann reyndi það. Það geti líka verið að hann hafi verið að reyna að gera flawless defense. Ég veit ekki hvort það sé með button mappið það svo hann geti hafa ítt óvart á einn takan á undan. Ég er með button mappið en ég nota það eiginlega aldrei. Ég man valla að sé það nú. Gazelle-steppinn í throw. Þetta er rosalega gott mixa. Ok. Hann hefði það búin að vera að æfa okkur þetta. Nota JD í þessu kombói. Emmett. Þetta er líka cool kombo. Þetta er það. Þetta er þetta flottari kombó en það segir. Ok, notar yellow on cancelið. Þessi slæta tilbaka. Nú þarf hann að díla við Iceflowið aftur. Þetta er bara, ég veit ekki af hverju hann gerir chestnuts í hvert einu skipti. Er þetta bara chip damage kombo eða?
Ok, næra 6p-an. Roman cancel. Þetta er búið. Já, ok, 2-2. Það er set match. Þetta er spennandi. Þetta er mjög Þetta er spennandi og ég veit- Þetta er hnífjafnt á milli lúsarana hérna. Það væri samt rangt að kalla það loser, því að Þeir eru lúsars, þetta er losers final. Já, það er bara hérna... Þeir ekki winna. Ef þeir eru losers, þá veit ég ekki hvað ég og Jópi eru, sko. Líka losers. Það er true, satt. Ok, næ, Roman Cancel. Hann er að verða betri og betri að díla við Ice Wallið en Hihi. Segi ég og hann Ói, maður, þetta Michael Sword inn í Super. Þetta er í fyrsta skipti sem ég hef séð hann gera þetta Super á wallbreak. Ég er að bíða eftir Hihi að nota... Jæja, nú er hann með 2 mýrur, sko. Ég er að bíða eftir að nota full meter Superið. Ok, come on. Og klára það með Super. Já, almennilegt. Emmett, það var ekkert clean hit hérna, bara Það þarf ekki clean hit. Þetta var eiginlega búið. Já. Flott er. Já, bara empty peak driver, 2 sinnum í röð. Nei! Þið reynda að mixa dustin inn í þetta skipti. Gott reaction. Hann náði að throwbreaka. Þetta hefði náð mér, sko. Mér líka, sko. Ok, inn í wallbreakið. Já, almennilegt. Næri ekki 6p að þetta. Gerir crossflipið. Ég er hræddur þegar ég fara aftur að keppa móti Hihi aftur. Hann gæti að vera búinn að læra á mig. Já. Þetta gengur ekki. Og ég bara stað. Ói, nei, hún er með purple og ekki alltaf 2 sinni. Dun. Er það að fara að taka þetta? Sjáum til. Hann er að vinna Magic í fyrsta skipti. Hihi, tekur Magic í fyrsta skipti á móti. Guaranteed annað sæti. Skýt svona hvernig þú horfir á það. Þetta var rosalegt. Þetta er flott hjá henni maður. Djöfull hann búinn að prófa. Herru, nú er ég að fara því miður á mótið þessu. Nei, býttu, á hann ekki eftir að keppa í þarna... Hverju? Nei, býttu, hvað? Þetta er losers final og núna er grand final. Já, þú meina, býttu, hvert fór hann Ómar eftir hann... Ó já, Ómar keppti á móti Magic á þann, ég var búinn að gleyma því, alveg rétt. Jæja, þá er finals. Hihi Crownless Chief. Við sjáum til hvort að Hihi getur gert runbackið. Hann náttúrulega lendi smá illa í þessu rosalega Slayer gameplay á þann. Þannig að við bara þurfum að sjá til hvort hann sé búinn að læra eitthvað af þessu. En þetta er rosalegt. Þetta er í fyrsta hann er komin á það stig að geta tekið þátt í Grand Finals. Þetta er geggjað. Ég held að bara með hverja einustu móti sem hann mæti líka, þá er hann að hækka sig um tygg, sko. Þá fer hann alltaf bara einu lengra. Ef hann vinnur ekki þetta mót, þá er ég alveg til í að veðja að hann muni vinna næsta mót. Já, það er spurning, sko. Allavega, hann lítur allavega virkilega sterkur út. Ég sagði það í byrjun, þetta var Hihi mótið, sko. Ég held að við séum alveg að fara að það er alveg að fara að gerast bara núna, sko. Það er music vandamál, heyrðu augnablik, ég þarf að laga. Já, það er náttúrulega rosalegt, sko. Ég held að þetta segir bara til það að rank þýðir ekki neitt. Því að hann er bara með sin í platt svemur en er samt að keppa móti fólki sem er bara í vankvissi, sko. Þetta er ég er allavega gríðarlega spenntur fyrir þessu og ég get ekki beðið eftir því að sjá hvort að Hihi nær að gera resetið og mögulega nær að vinna mótið. Ég allavega væri til í að sjá hann resetta, sko. Það verður geggjað að sjá hann resetta. Já. Ég allavega, ef eitthvað er. En það getur líka verið þá næsta mót, sko. Hann er búinn að komast upp í Grand Final, næst er Dan, sko. Ef hann vinnur þetta mót, þá er bara Dan næsta skref. Og síðan er hann bara farin til Bandaríkjanna á EVO eða eitthvað, ég veit ekki. EVO Japan. Ég veit ekki, hvar er eiginlega mesta skráning í Guilty Gear, segi hérna. Er þetta ekki rosa mikið, mér finnst þetta að sé miklu meiri evróskur leikur. Fólk frá Evrópu er að spila þennan leik meira heldur en eitthvað annað. Já, það er Street Fighter er vinsælasti leikurinn í Bandaríkjunum. Nei,
Jú, það getur svona verið. Hann er allavega langvinsælasti leikurinn í Japan allavega. Það er Street Fighter. Hérna. Það er náttúrulega svo mikil saga bakveg hann, sko. Þetta er náttúrulega bara eitt af fyrstu fætarunum, svo að myndi standast að það væri fullt af svona 50 og 60 ára komnum köllum sem voru að spila þetta þegar þeir voru 17 ára að mæta þessi mót. Það var komið Grand Final hérna. Grand Finals. Nýðhöggur 38. Og við erum að fara að fá Crownless Chief Hihi. Það er ekki ákveðið að horfa á introið. Ok, byrjum með 2D. Nota cross-upið, hann burstar immediately. Hann reynir að backdasha en nær ekki beita út neina árás. Hann er strax kominn inn með Mappa-Huncha. Hann beita DP-ið, beint inn í close slashið. Sko, núna er nefnilega gallið við það. Crownless var á kommentarinu rétt á hana að analysa sko hvernig hann spilar, hann Hihi. Já, einmitt, sko. Hann er að fylgjast ekstra vel með hvað hann er að gera, sko. Já. Ok, fyrsti leikur á Chief, fyrsta stokk. Fyrsta hjarta, fyrsta líf. Það var náttúrulega gagnrýndur fyrir það að nota stokk síðast vegna þess að það er Já, það er náttúrulega smashed, sko. Já. Heyrðu, ok. Það er svipað eins og Hann á kallar wallbreak. friendlies. Það heitir casual, sko. Þetta Maður er að spila casual Já, leiki. þetta er ekki einmitt. Ég meina, þetta er náttúrulega bara oppressive. Þetta er svo rokalega oppressive. Beint í pælbankarinn. Leið á að búin með... Og aftur super. Új. Ok, perfectinu. Ok, fyrsti leikur á Chief. Þeir verða sneggri og sneggri. En sko, Hihi er mest alltaf, heyrðu, staðurinn á 2-0 fyrir hinum. Nú ætla ég að byrja að fara að spila almennilega. Ok, nær honum með DP-inu, en nær ekki að gera close slashið. Seinna högginu hana. Ok, nær að blokka overheadið. Gera aftur DP. Fær Chief til að bursta. Gera bara DP-ið aftur, það er bara klassist. Ég fíla þetta. Bara just DP. Það er greinilega virka. Crownless er drullu sama þótt hann ætla DP. Hann ætla bara að halda áfram árásinu. Ok, nær honum með L-kvöld. Nær ekki að droppa kombónu. Hann ætla að reyna að snúa, hann reyna að fara vegnum. Nær honum með JS-inu. Já. Ok, inn í wallbreak, yes. Átti ekki metið fyrir þetta en það er alltaf góð. Komin í positive núna. Nei! Trade. Special canceli var ekki nóg hratt. Fekk burstið akkurat þannig í lokin, sko. Ok, nú er hann komið með burst fyrir næsta leik sem er ágætt. Ok. Hann gerir double jumpið. Új, nær Mappa-Hunchinn. Hann er of mikið, sko, að reyna að grípa við Heyrðu, hann Mappa-Hunch. burstar cross-upið. Hann er komin í horniðan Crownless. Vel gert. Ok, nú er samt Crownless Rétt með fyrir burst. mitt. Vel gert, gott super. Nú þarf hann samt að passa sig. Ok, gott burst. Close slash inn í alltaf svo tilbúið með þessi fucking inn í mappa. super. Gerir ekki ógeðslega mikið damage, en þetta er samt svo ættrægt. Hoppar yfir Twitch-ið. Nær hann með L-kvöldinu. Nú byrjar þetta. Já, nú kemur þetta. Nú kemur komboið. Hann átti ekki með Það er ekki supernu, ég veit ekki hvort ég hefði resetað það ekki. Það er hopp yfir 2D-ið. Come on. Ok, gerir ég alveg cancel. Ok, nær ekki að cancel back þessið. Hérna kemur DP-ið. L-punch. Ok, lætur hann bursta. Burst. Nei, hann burstaði aðeins of seint. Nákvæmlega þegar Crownless vildi að hann myndi bursta. Það er spurning. 2-0. Já. Þannig held ég, þú veist, hann sást um þetta sko. Maður þarf að passa sig að burst ekki eftir close slash nefnilega. Það er svo rosalega gott. Heyrðu, þetta er Big Driver svo stórt takki, sko. Ok, nær Mappa-Hunchinu inn. Hann er ekki ná að díla við að Mappa-Hunchinu of mikið, sko. Já, þetta er svo gott. Helvítis neutral skill, sko. Ég held að Hannes, Hihi, eigi frekar erfitt með það að díla við svona move sem að bara fara strax inn. En hann sjáum við er hvað, svo- er að halda honum hérna í hotninu? Já. Nei. Come on. Ég ætla Já, að segja, þetta er búið, já, close slash. Ok, nú er það Tournament point hérna. Match point, já, tournament point fyrir Chief. Fyrir yfir L-kantið. þessi guður líka alltaf bara Ekki að blokka pælbankarinn. Ok, DP er 2H, nær ekki almennilega punishandi. DP er bara aftur. Nei! Hann blokkar síðan burstið. Hann tópið og þarna er það. bróið. Búm. Barasta.
Og þá er það Crown the Chief, enn og aftur. Sást bara á Hihi bara eitthvað, hvað á maður að gera? Ég veit það ekki, ég er að horfa á leikinn sjálfur, ég veit ekkert hvað ég hefði gert. Herru, þetta var eins snöggt og seinasti leikur. En ok, ég ætla að gefa honum það. Þetta flott. var aðeins nær í þetta sinn. Annað sæti er rosalega gott. Þetta er fyrsta, ekki einu sinni bara, Nei, næst kemur sko bracket resetið, síðan eftir það, þá er sigur, er Chief. þá er sigurinn sko. já, einmitt. En heyrðu, Það er bara næsta mót fyrir það. Já, algjörlega. Herru, við Heyrðu, ætlum að, Takk Ég ætla kærlega bara- fyrir okkur. já, við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir að horfa. Næsta mót, 1. febrúar, 2XKO. Á morgun mun opna fyrir skráningar á öllum næstu mótum, bæði fyrir 2XKO, Tekken, Guilty Gear. Þannig að ég vona að sjá sem flesta, bæði á streymi og sérstaklega á mótum. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta. Snild bara að vera búinu klukkan 5:30 sko. Ég held að ég er bara Góður tími. himinlifandi. Já, Því að getur verið búinn að stemma. Það ekki. Herru, til að mikið Crownless með að vinna. Til að mikið Hihi með góða framistöðu hérna í öðru seti. Til að mikið Ómar með að fá Super Saiyan 3 Goku. Þannig að, en hérna, við þakkum fyrir okkur. Við sjáumst. Bless, bless.